Góðan daginn, velkomin hérna á kynningafund fyrir Ártúnshöfða og Elliðaárvog. Við erum búin að vera að vinna þar deiliskipulagstillögur sem við ætlum að kynna fyrir ykkur hér í dag. Undir venjulegum kringumstæðum værum við væntanlega í stórum sal, fullt af fólki vonandi að kynna þessar tillögur, en vegna skringilegra aðstæðna þá erum við hérna komin í beint streymi og ætlum að fara í gegnum þessar tillögur með nokkrum kynningum hérna í dag. Ég ætla að byrja á því að bara kynna Pavel Bartósek, varaformann skipulags- og samgönguráðs sem ætlar að setja fundinn. Gjörðu svo vel, Pavel. Takk fyrir það, Birkir, og kæru áhorfendur heim í stofu, við innilega velkomin að fund og takk fyrir að vera með okkur hér í dag. Við ætlum að ræða þessum borgarþróun, en borgir þróast ofta á dálítið organískan hátt, þrátt fyrir að við stjórnmálamenn og skipulagsfræðingar telja að þeir áður stundu ferðinni, þá er þetta ofta ákveðin organísk þróun í kringum náttúrulegar hafnir og fjölfarin svæði, þá verða oft til svona einhvers konar verslunarkjarna sem fólk sest að, fólk flyst inn í þannig svæði og síðan þá verður ákveðin starfsemi sem er svona plássverk starfsemi, svo landbúnaðarverksmiðjur sem er fyrir utan þann jaðar og þannig hefur það oft verið. Þetta hafa verið landbúnaðarsvæði, verksmiðjur, þetta hafa til dæmis verið heildsölur og svo framvegis. Og margir til dæmis vita það að það mjög margt verið framleitt í Reykjavík. Málning, lakk, ofnar, keks, smjörlíki, gosdrykkir, veiðarfæri, harðfiskur og rafgeimar. Allt þetta hefur verið framleitt í Reykjavík og reyndar hefur allt þetta verið framleitt á einum reit í Reykjavík sem er í Þverholtinu. Þetta er reitur sem ég þekki mjög vel því að ég bý þarna nálægt, ein húsagata, og þetta innanlandsvæði nú það nýlegt að Google Street View man meira þess að ennþá eftir því. Þverholtið var einu sinni jaðar og Ártúnshöfðin var líka einu sinni jaðar. Þangað fluttust malbyggingarstöðvar, steypustöðvar, bílasölur og verkstæði, þær leituðu í þennan jaðar. En með tíma, eftir því sem íbúum fjölgar, þá hækkar verð á landi og svæði sem áður voru jaðri svæðisins, þau enda skyndilega í miðri borg. Og þá víkur iðnaður oft fyrir íbúabyggð. Og þetta hefur margir oft gerst áður og þetta er áfram að gerast. Brottflutningur iðnaðar og plássverkar starfsemi er oft eitthvað sem nálæg byggð kallar jafnvel eftir og er vel undirbúin undir. Þetta hentar vel því að vegakerfið er oft til staðar, veitukerfin og svo framvegis. Við í Reykjavík, við viljum styðja við þessa þróun en líka fjárfesta í innviðum, grænum og nútímalegum innviðum, görðum, hjólastígum, borgarlínu, sundlaug og svo framvegis. Þannig að hér stendur til að byggja hverfi sem verður þétt og hverfi sem verður grænt. En þó við lítum fram á við, þá megum við ekki gleyma fortíðinni. Stærsta atvinnusvæði landsins nær frá Örfirisey og upp eftir Ártúnsbrekkunni. Höfðin hefur gegnt mjög mikilvægu hlutverki í atvinnusögu borgarinnar. Vel staðsett iðnaðarfyrirtæki hafa dregið úr byggingakostnaði og vel staðsett fyrirtæki sem selja bíla og þjóna bíleigendum hafa sparað Reykvíkingum bíleigendum marga kílómetra, þannig að þetta hefur þjónað miklum og góðum tilgangi og þennan kafla sögunar, við megum ekki gleyma þessu kafla, við verðum að virða hann og standa vörð um hann, þráttur að við séum núna að skrifa nýjan kaflan í sögu svæðisins. En kæru áhorfendur, loftmyndin sem þið horfið nú á, hún sýnir hvernig svæðið leit út miðbik seinustu aldar, en svona lítur svæðið út í dag og við sjáum þarna hver stór hluti þessa svæðis er í rauninni manngerður og við sjáum síðan fyrir okkur hvernig við horfum á að svæðið geti litið út eftir nokkur ár. Ég vil líka taka fram að við munum samhliða þessari kynningu sem er upphaf af forkynningu á verkefninu, ræsa nýjan vef og ræsa glænýtt netsamráðskerfi á vefnum skipulag.reykjavik.is og það verður opið núna næstu vikurnar alveg fram að því að tillögurnar fara síðan í formlegt auglýsingaferli sem við vonumst til þess að gerist í kringum páskana. Það sem tekur þá við í kjölfarið er 6 vikna formlegt umsagnarferli og síðan reiknum við með það að geta auglýst þetta deiliskipulag þá formlega sem við verðum klár með það öðru hvoru megin við sumarfrí. Og þá geta framkvæmdir vonandi hafist einhvern tímann snemma á næsta ári jafnvel. Þannig að þetta er svona grófa myndi af því sem framöndan er, en ég býsi ykkur enn og aftur velkomin á fundinn og ætla þá að gefa orðið til þá næstu ræðumanna sem munu þá kynna verkefnið betur og fara betur ofan í sauminn á því sem framöndan er. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Pavel. Í undirbúningi þessa fundar höfum við fengið fullt af spurningum og kannski sú spurning sem kemur oftast fram er þessi mikla atvinnustarfsemi á svæðinu. Hvað verður atvinnustarfsemi á svæðinu? Getur þú sagt okkur eitthvað frá því?
Já, þetta mjög góð og nauðsynleg spurning og eins og rétt fram hefur komið þá þetta verið atvinnusvæði sem hefur gegnt mjög mikilvægu hlutverki í atvinnusögu Reykvíkinga og svo ég tökum það fram þá þetta ekki öll atvinnustarfseminni sem mun hverfa. Við sjáum fyrir okkur að rauninni plássi sem afmarkast af annars vegar Stórhöfðann og Breiðhöfðann hins vegar, sá ferningur mun áfram halda sér og þar verður áfram atvinnustarfsemi, svo þetta kemur atvinnustarfsemi inn á svæði sem verður annars eðlis. En svo starfsemi sem þarna við erum að horfa helst til tveggja svæða, annars vegar Esjumela sem nýtt svæði við Esjurætur, þar sem við sjáum fyrir okkur að ákveðinn hluti þessar starfsemi sem í dag gæti farið og þetta svæði á jaðri Reykjavíkurborgar í dag en eins og við vitum og eins og við höfum sagt þá verður jaðar stundum meira miðsvæðis og við lítum svo á að Esjumelarnir bjóða upp á mjög mikla möguleika því þeir eru staðsettir og geta verið staðsettir nær markaðssvæðum leið og Sundabrautin kemur og einnig töluvert nálægt þá við Grundartanga sem iðnaðarhöfn og getur þá þjónað allavega stórum hluta starfsemi mjög vel. Og hins vegar erum við að líta til Hólmsheiðarinnar sem þar líka gert ráð fyrir fjölþættri atvinnustarfsemi og við reiknum með að setja það ferli í skipulagslýsingu á allra næstu vikum þannig að við bindum vonir við að það geti verið mikið af lóðum sem svo starfsemi sem í dag höfðanum geti leita til og við stýrum því bara aðeins eftir ákvæðum. En þetta eru þá svona þessi tvær helstu staðsetningar sem við lítum til. Ok, en þá spyr maður sig kannski þétting byggðar. Af hverju erum við að þétta byggð? Af hverju ekki bara byggja íbúðarhúsnæði á þessum tveimur svæðum sem þú nefnir? Já, þetta einlega góð spurning og það hefur verið stefna Reykjavíkurborgar í þó nokkuð tíma, allavega síðan að skipulagið 2010 til 2030 var klára að leggja áherslu á þéttingu byggðar innan núverandi vaxtarmarka og við teljum einfaldlega það sé eitt af því sem við sem borg getum komið með til þess að vera samkeppnisborg á rauninni evrópska heimsvísu. Það eru margir sem geta boðið upp á einbýlishúsa og sérbýlishúsalóðir í kringum okkur og það ekkert að því að það sem við getum komið með þétt nútímaleg miðborgarbyggð og það það sem við teljum okkur vera að gera með skipulega á fjölmörgum stöðum í borginni og á þessu nýja glæsilega skipulagi í Höfðanum. Bara þakka þér kærlega fyrir þetta, Páll, og bara, já, takk kærlega fyrir. Björn Guðbrandsson, arkitekt hjá Arkís arkitektum, ætlar að stíga hérna næstu fram. Arkís eru meðhöfundar af rammaskipulagi svæðisins og eru jafnframt að vinna deiluskipulag að svæði 2 eins og við köllum það, eða svæðinu niðri við Elliðavoginn og hafa jafnframt skipulag á svæði 4 sem var stækkun á Bryggjukverfinni svona samþykkt fyrir 2 árum. Gjörðu svo vel, Björn. Takk fyrir það, Birgir, og komið sæl. Ég ætla aðeins að tala svona forsendur skipulagsins og samhengið við rammaskipulagið og svona stóra samhengið. Og langar að byrja á að sýna ykkur glæru sem í rauninni af hvað maður að segja, deiliskipulagstillögunum þar sem búið að fella þær inn á rammaskipulagið, svona inn í stóra samhengið. En í rauninni okkar aðkoma að þessu verkefni og má segja svona ferlið við að móta þetta skipulag, hún hófst með hugmyndasamkeppni rammaskipulag árið 2015 og það þessi mynd sem sjáðu þarna á skjánum akkúrat vinningstillagan úr þeirri samkeppni, vinningstillaga sem var unnin af Arkís, Landslag og Verkís og þessi tillaga í rauninni lagði síðan grunninn af vinnu við rammaskipulagið sjálft sem nú reyndar aðgengilegt á vefnum og þetta rammaskipulag leggur sérstaklega áherslu á hagkvæma nýtingu lands, öflug samgöngukerfi, græn svæði og vistkerfi, blöndun byggðar með áherslu á bæði atvinnuhúsnæði og íbúðabyggð og lýðheilsu og þetta sjálfsögðu allt mátað inn í þessi einkenni sem eru til staðar. Höfðin sérstakur staður í borginni, býr yfir einstökum veðurgæðum til dæmis, það einstaklega skjólsælt á þessum stað og svona mótun tillögunar ber þessa nokkuð merki, hvernig við svona reynum að fanga þetta. Nú, glæran sem við sjáum núna á skjánum, hún sýnir í rauninni staðsetninguna
hvar við erum stödd í borginni. Ég held að við vitum flest hvar höfðin en það er oft ágætt að setja þetta í samhengi við þessi helstu þróunarsvæði sem að aðalskipulagið leggur upp með. Og að sjálfsögðu gengur rammaskipulagið og mótun þess öll út á þessar megin áherslur aðalskipulagsins. Nú, við sjáum síðan hérna glæruð sem er í rauninni nýjasta tillaga að breytingu á aðalskipulagi, þar sem er í rauninni búið að sníða aðalskipulags uppdrátt af þeim tillögum sem nú liggja fyrir. Og þarna sjáum við bara svona í grófum dráttum skiptinguna á hérna annars vegar svona miðsvæðinu sem er gula svæðið og hins vegar íbúðabyggðinni sem er þá í rauninni norðan við Stórhöfða, sem er fjólbláa svæðið á þessum uppdrætti. Og síðan sjáum við hér í rauninni tvær myndir. Myndin sem er vinstra megin er loftmynd af núverandi aðstæðum og myndin hægra megin er síðan rammaskipulagstillagan, eða rammaskipulagið eins og það liggur fyrir. Tek það reynda fram á þessari þrívíddarmynd er ekki búið að máta inn þær deiliskipulagstillögur sem við erum að kynna í dag. Þetta er í rauninni tillaga eða rammaskipulag frá 2017. En það sem er kannski vert að benda á með þessar myndir og þá sérstaklega myndina sem er vinstra megin sem sýnir núverandi ástand er að hérna, það svæði sem við erum að vinna með núna í deiliskipulagstillögunum er fyrst og fremst svona vestan til eða vinstra megin í svæðinu þar sem eru tiltölulega fáar stórar lóðir, lítið af mannmerkjum fyrir. En hins vegar svona þessi þéttari byggð á höfðanum sem við þekkjum, hún í rauninni myndar ákveðið hryggjarstykki við þessa nýju byggð. Þannig að við erum svona að vinna með ákveðið samlífið þarna á milli. Nú annað hryggjarstykki í tillögunni er borgarlínan og það má segja að tillagan öll og tillögurnar sem við erum að kynna inn í dag, þar í rauninni eru mótaðar miklu leyti í kringum legu borgarlínunnar í gegnum svæðið og þetta hágæða samgöngukerfi sem borgarlínan er, hún náttúrulega er svona ákveðin lykill að velgengni svæðisins. Við sjáum síðan hérna í rauninni Ártúnshöfðann, merktan þarna með rauðum hring inn í fyrirliggjandi leiðakerfi borgarlínunnar, annars vegar svona stóru myndina til lengri tíma sem er vinstra megin og hins vegar svona þessa fyrstu áfanga sem eru hægra megin. Nú hérna sjáum við síðan bara svona hugmyndasneiðingu sem hefur í rauninni fylgt verkefninu alveg frá hugmyndasamkeppninni. Það sem eru einn helstu einkenni höfðans er einmitt að þarna erum við að vinna á tveimur mismunandi sléttum í rauninni. Það er höfðin annars vegar og hins vegar láglendið niður við Árnar. Og svona ein helsta áskorunin í skipulagi á svona svæði er hvernig maður tengir saman þessa mismunandi landfræðilegu hæðarlegu. En að samanskapi eru þarna mikil tækifæri til að búa til mjög fjölbreytt umhverfi. Þarna erum við allt frá strandlengju að klettum og upp í bara mjög þétta borgarbyggð uppi á höfðanum. Og hérna sjáum við sem sagt yfirlitsmynd af tillögunum sem við erum að kynna ykkur í dag. Svæði 2 er hérna vinstra megin, í rauninni undir höfðanum. Á því svæði þar sem í dag eru malbikunarstöðin og sendibílastöðin Þróttur til dæmis. En svæði 1 hins vegar uppi á höfðanum. Og þarna sjáum við líka svona svolítið megin einkennin í tillögunni, borgarlínu ásinn hlykkjast þarna í gegn og við erum með svona þetta græna svæði umhverfis höfðan sem að teiknar í rauninni upprunalegu strandlengju höfðans en höfðin stóð í sjófram áður fyrr. Nú Birkir minntist áðan á að hérna deiliskipulag fyrir Bryggjukverfi vestur er þegar fyrirliggjandi og þegar samþykkt og við sjáum einmitt þarna hvernig svona glefsur á því hvernig það lítur út. Það er rauninni bara framlenging á núverandi Bryggjukverfi og þarna eru nokkur einkenni eins og sementsílóin til dæmis sem að standa þarna í dag sem að gefa hverfinu svona ákveðin karaktereinkenni og hérna bjóða upp á rauninni nýja notkun og nýtt líf. Nú hérna sjáum við síðan aftur deiliskipulagstillögurnar 2 sem við erum að kynna í dag mátaðar inn í þetta samhengi með Bryggjukverfi vestur og svona þessum fyrirhuguðu mögulegu rammaskipulagsáföngum sem eftir eru og hvernig þetta tengist í rauninni út í stígakerfið.
við erum einstaklega vel í sveit sett með það hvar við erum, hvað það varðar, að við tengjumst bæði beint inn í Elliðaárdalinn og yfir Geirsnefið á þeim brúm sem þar eru til staðar og eins náttúrulega upp í Grafarvogi. Inn á svæðinu, ég veit að það verður fjallað nánar skólamál á eftir en bara svona rétt til að gefa hugmynd stóru myndina. Það er gert ráð fyrir á þessu deiliskipulagssvæði sem við erum að kynna núna í rauninni 2 skólum, annars vegar svona safnskóla eldri deildar grunnskóla og hins vegar yngri deildar skóla. Á deiliskipulagssvæði Bryggjuhverfis vestur nú þegar ein skólalóð fyrir yngri deildir grunnskóla. Og síðan í rauninni gert ráð fyrir mögulegum framhaldsskóla upp á svæði 1 og síðan þarna sýnt líka í þessu samhengi skólalóð sem fyrirhuguð í Vogabyggðinni. Svona rétt til að svona gefa ykkur aðeins hugmynd vegalengdir, þá eru þarna sýndir 3 hringir, þarna eru radíusar upp á 250 metra, þetta sýnir svona svolítið hversu gönguvænleg þessi hverfi eru. Neðri hringirnir 2 eru semst út frá biðstöðum Borgarlínu, þessum 2 biðstöðum, annars vegar við Krossamýrartorg sem eru fjallað nánar á eftir á svæði 1 og hins vegar niðri á svæði 2 þar sem við erum með Borgarlínustöð við Sævarhöfða. Hér sjáum við síðan í rauninni tillögurnar felldar saman við rafmagnsskipulagið séð úr norðri, þarna horfum við yfir Bryggjuhverfið. Hérna fremst á myndinni sjáum við tillögu að sundlaug sem verður kynnt nánar á eftir. Og sjáum í rauninni hvernig þetta leggst í rauninni þannig byggðin að höfðanum og ofan á höfðan og síðan í lokin sjáum við annað skot úr suðri þar sem við horfum í rauninni eftir breiðhöfðanum sem tengist þarna áfram í rauninni í núverandi legu og áfram niður í Bryggjuhverfi og síðan það Stórhöfðin sem verður í rauninni þessi nýji Borgarlínu ás sem hlykkjast í gegnum hverfið frá austri til vesturs. Þetta síðasta glæran hjá mér. Já. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Björn. Ég ætla að spyrja þig, það fullt af forvitnum aðilum að senda inn spurningar. Mér langaði að spyrja þig hverjar eru svona helstu áskoranirnar við að þróa borgarumhverfi á þessum stað og á þessum toga kannski? Þetta er náttúrulega annar skali en við erum kannski vön að vinna með hérna í Reykjavík. Já, vissulega. Og það er kannski einu af stóru áskorunum einmitt skalinn. En það líka, þetta ótrúlega margslungið hverfi. Kom aðeins inn á áðan að svona landfræðilega þetta dálítið snúið. Við þurfum að reyna að tengja saman þessar 2 sléttur og láta íbúunum líða eins og þeir tilheyri rauninni báðum en ekki bara annarri hvori. Og síðan það þessi svona ég myndi kannski ekki endilega kalla það áskorun, en þetta er bara ótrúlega áhugavert verkefni að ná að prjóna saman þessa þéttu byggð við þau miklu náttúrugæði sem síðan eru á höfðanum. Já, það er náttúrulega líka dálítið aðrar áherslur kannski í samgöngumálum hana. Við erum kannski að reyna að leggja áherslur á að íbúar hana geti nýtt borgarlínuna og gengið og hjóla og þessi svona virkari samgöngumáta. Þú veist, það hefur lítur að spila dálítið inn í hvernig skipulagið þróast. Já, engin spurning og það náttúrulega, já, það hefur verið svona alveg rauður þráður í rauninni allri skipulagsvinnunni, hvernig við finnum þessa byggð saman við borgarlínuna og þetta náttúrulega í fyrsta skipti sem við erum að máta hérna í borginni svona stórt hverfi af þessari hugmynd sem borgarlínan og í rauninni gríðarlega áhugaverð áskorun þannig. Og þetta þýðir svolítið að við þurfum að hugsa aðeins öðruvísi hvernig byggðamynstur þéttara nær stöðvunum heldur en fjærðum og hvernig við einmitt virkjum aðra ferðamáta gangandi og hjólandi til dæmis innan hverfis af stöðvunum. Þannig að svona gönguvænleiki hverfisins verður kannski enn mikilvægari þáttur heldur en það hefur verið hingað til í öðrum skipulagssvæðum. Herru, þakka þér bara kærlega fyrir þessa yfirferð. Takk, sömuleiðis. Já, takk fyrir þetta Björn. Nú ætlum við að fá Pál Gunnlaugsson, arkitekt hjá Ask Arkitektum. Ask Arkitektar hafa verið að vinna tillögu að skipulagi á svæði 1 sem í rauninni svæði uppi á Ártúnshöfðanum.
kynningin hans heitir Krossanmýrartorg, nýr kjarni í austurhluta borgarinnar, sem að mér finnst mjög spennandi og hlakka mikið til að heyra hvað þú hefur að segja. Páll, gjörðu svo vel. Takk þér, komið þið sæl. Já, ég ætla að kynna hérna deiliskipulag sem við höfum kallað Krossanmýrartorg, nýr kjarni í austurhluta borgarinnar og það er víst nafn með rentu. Hér sjáum við deiliskipulagssvæði sem ég ætla að kynna með nokkrum myndum og benda á að það getur verið betra, það er ég fyrir svolítið fljótt yfir, það getur verið betra að skoða þessa myndir á vefnum og eftir. En þetta svæði sem að kalla hefur verið svæði 1 er sem sagt upp á háhöfðunum. Megin ásarnir sem við þekkjum, sem eru svona þekkt kennileiti, eru Stórhöfðin sem liggur í austur-vestur og Breiðhöfðin sem liggur í norður-suður. Krossanmýrartorgið er síðan miðsvæðis, þar sem þessi kynning snýst í aðalatriðum um. Hér sjáum við mynd sem svona til að gera sér grein fyrir stærðum og vegalengdum. Er hér sett fram viðmiðun við svæði sem flestir þekkja. Hér sjáum við teiknaða hring á loftmynd af miðbæ Reykjavíkur og hringurinn er 500 metrar í þvermál. Hann nær frá Ingólfstorgi að Smiðjustíg. Þið sem ekki þekkir Smiðjustíg þekkir kannski Jóhanni Djús sem stendur einmitt á horni Laugavegs og Smiðjustígs. Og þið sem eldri eruð þekkið örugglega byggingu Kristjáns Sigurðssonar á Laugavegi sem líka er á horni Laugavegs og Smiðjustígs. Við erum því að tala um töluvert svæði sem er hér undir. Mótun nýs borgarhluta markar auðvitað mikil tímamót að því leitinu að hér erum að ræða nýja gerð hverfis í Reykjavík. Ártúnshöfðin verður í raun fyrsta heildstæða borgarhverfið sem byggt verður í Reykjavík og grundvallast á alþjóðlegri sýn sjálfbæra borgarþróun sem verið hefur að mótast á síðustu árum og áratugum. Á svæðinu sem við kynnum hér erum við að búa til borg með öllu því sem prýðir góða borg. Íbúðir af fjölbreytningarðum, græn svæði, atvinnutækifæri, almenningssamgöngur og öfluga þjónustu, sem sagt sjálfbæran borgarhluta. Í þessari kynningu skiptum við deiliskipulagssvæðinu í meginatriðum í 2 svæði. Á vesturhluta svæðisins, Hamrinum eins og við köllum hann, eru íbúðir með einstaka legu. Sólríkir garðar opna sig til vesturs og íbúðir njóta útsýnis og sólar á Hamrinum. Sunnan Stórhöfða að Breiðhöfða gerum við ráð fyrir þjónustustarfsemi á jarðhæðum. Hér sjáum við íbúðarhúsin á Hamrinum frá útivistarstíg sem liggur umhverfis höfðan og verður kynntur frekar og eftir. Garðar opna sig til vesturs og tengjast útivistarstígnum og Hamrabeltinu. Hér er hinn hlutinn, miðsvæðið, höfðin, sannkölluð blöndu byggð. Hér er blanda af íbúðum af fjölbreyttum gerðum, atvinnutækifærum, þjónustu og menningu. Hér er gert ráð fyrir fjölbreytti gerð íbúða, meðal annars íbúðum fyrir stúdenta og möguleika á ungbarnaleikskóla og jarðhæð. Gert er ráð fyrir menntastofnun og hjúkrunarheimili á þessu svæði. Almenningsgarður, torg, menningarhús og stoppistöð borgarlínu eru hér í lykilhlutverki. Á næstu mynd horfum við til austurs eftir götu sem við köllum Borgarhöfða og er ný gata miðbygg svæðisins. Hér horfum við sem sagt austur eftir Borgarhöfða eins og við köllum hann, en þetta er ný gata sem ekki hefur fengið nafn. Almenningsgarður er á vinsturhönd og fjær íbúðarhús. Lögð er áhersla á byggingar í mismunandi hæðum og mikilvægt að inngarðar verði sólríkir. Lægri byggingar til suðurs og vesturs og áhersla á grænt umhverfi og líflegt götulíf. Hér sjáum við fullbyggt svæði. Þar að segja, norðurhlutinn þessa svæðis er utan deiliskipulags að þessu sinni. Við leggjum áherslu á það að hver hluti svæðisins þegar fullbyggt fái sín leiksvæði, sína áfangastaði og staði sem gefa nánasta umhverfi okkar gildi. Almenningsgarðurinn og torgið er svo okkar allra. Hluti almenningsgarð og norðurhluti höfðans er utan þessa deiliskipulagssvæðis eins og ég segi, en verður hluti af heildinni þegar upp er staðið eins og við sjáum með þessari mynd. Gönguleið, torg, leiksvæði og áfangastaðir. Höfðin er einungis hugsaður sem umferð fyrir borgarlínu, hjólandi og gangandi, Stórhöfðin. Við lítum því á Stórhöfðan sem eins konar torgsvæði. Gönguleiðir innan hverfis eru skýrar meðfram götum en einnig gert ráð fyrir almennri umferð
gangandi innan reita. Lögð áhersla á fjölbreytt leiksvæði og áfangastæði innan hverfis á þessu ferðalagi. Fjölbreyttir áfangastæðir og leiksvæði í nánum tengslum við umferðarsvæði skapa líka öryggi fyrir íbúa og þá sem ferðast utan hús. Á jarðhæðum, sérstaklega við torgið, fjölbreytt verslun og þjónusta. Hamarstígurinn, sem græni stígurinn, útivistarstígurinn sem liggur allan umhverfis höfðan, þar gert ráð fyrir áfangastöðum, leik- og hvíldarstöðum fyrir þreytta fætur. Krossamýratorgið verður eitt megin verslunar þjónustusvæði fyrir austurhluta borgarinnar. Hér ímyndadæmi fyrirkomulag verslunar og þjónusturýma á Krossamýratorgi. Möguleiki á stórverslun innanhús, en gerðar kröfur að verslanir séu einnig opnar að götum. Menningarhúsið í öndvegi með fjölbreytta afþreyingu fyrir íbúa. Þjónusta við Krossamýratorg fyrir íbúa langt út fyrir hverfið sjálft. Hér þjónum við allri Austurborginni við fjölbreyttir þjónustu, verslun og skemmtun. Hér aðeins tölulegar upplýsingar byggingamagn, skiptingu í íbúðir, starfsemi og auk nýtingarhlutfalls. Heildar byggingamagn á þessu svæði, í þessu skipulagi 220.000 fermetrar sem skiptist í 80.000 fermetra af starfsemi og 140.000 fermetra íbúða. Fjöldi íbúða verður 14 til 1500 talsins. Gert ráð fyrir ríkulegum hjólastæðum á götum og inn á einkalóðum. Hér sýnum við mynd af skuggavarpi sem unnið 1. maí. Í viðauka við aðalskipulagið fjallað skuggavarp og sett fram áhugaverð hugmynd 5 klukkustunda birti í inngörðum í Randbyggð á milli klukkan 9 og 17 þann 1. maí. Þetta ekki hefðbundin gerð skuggavarp sem iðulega tekin á jafndægurum og sumarsólstöðum. Þetta skuggavarp einhvers staðar þarna á milli og áhugaverð nálgun. Við höfum, við mótun Randbyggðarinnar, lagt áherslu á að byggingar séu lægstar til suðurs og vestur svo garðar verði sólríkir og kostur Hér sjáum við skuggavarp klukkan 13 og hér sjáum við skuggavarp klukkan 15, 1. maí og hér sjáum við skuggavarp klukkan 17. Þetta kannski ekki hægt að sjá á svona hraðri yfirferð en ég hvet ykkur til þess að skoða þessa myndir frekar inn á vefnum á eftir. Í svona skipulagi mikil áhersla lögð á það sem við höfum í augnhæð. Við leggjum áherslu á fjölbreytt útlit götuhæða. Við Krossamýratorg verslanir og það gerðar kröfur vandaða innganga verslana. Opnir inngangar auka öryggi vegfarenda og íbúa og skapa fjölbreytta götumynd. Lagt upp með ákveðna litapalettu þar sem áhersla á ljósa liti með tilvísun í náttúrulitina. Þétt byggð á helst að vera ljós yfirlitum. Hér sjáum við sneiðingu borgarlínustöð, borgar, torg, menningarhús og almenningsgarð. Byggingar á ólíkum hæðum, garðsvalir og gróður á þökum. Það mikilvægt að frá götu sé hægt að sjá gróður og mannaferðir á þaksölum. Við gerum ráð fyrir að sjóntenging sé milli almenningsgarðsins, torgsins og borgarlínustöðvarinnar. Aðeins að fara nánar yfir Krossamýratorgi sjálft, ljúka þessari yfirferð á nokkrum myndum frá Krossamýratorginu. Þetta auðvitað ímyndaða veruleiki en við teljum að með markvissri gerð deiliskipulags og metnaðarfullri hönnun getum við búið hér til góða borg. Við förum í smá gönguferð. Hefjum ferðina austast og förum vestur Stórhöfða og byggjum við menntastofnun austast á svæðinu. Stórhöfðurinn einungis fyrir gangandi og borgarlínu eins og kom fram áðan. Þannig að við erum að tala torgsvæði. Byggð sunnan Stórhöfða sem við sjáum hér til vinstri á myndinni hluti götumyndar og mun þróast sem verslunar og þjónusturými við Stórhöfðann. Hér erum við komin aðeins vestar. Unnið með nokkuð háar byggingar við Stórhöfða og mikilvægt að háar byggingar séu brotna niður í kvarða þannig að við upplifum byggðina ekki yfirþyrmandi, auk þess sem brot í háum húsum brýtur niður vindstrengi sem fylgja stórum byggingum. Augnhæðin mikilvæg hér eins og áður kom og krafa metnaðarfulla innganga augljós. Hér erum við komin inn að menningarhúsi á torginu og aðeins farið að rigna ef ég sé rétt.
Borgarlínustöðin skapar ys og þys og góða tengingu við þjónustu og íbúðir. Hér erum við komið vestur fyrir torgið og horfum til austurs. Stórhöfði, byggð við Funahöfða, sjáum við hér hægra megin á myndinni og hann mun þróast eins og verða hluti af þjónustusvæðinu sem þróast út á Stórhöfða. Hérna lyftum við okkur aðeins torgið og með menningarhúsi í öndvegi, fjölbreytt nýting torgs. Við höfum til gamans, þó ekki kannski endilega til gamans, ímyndað okkur að hönnuðir einstakra bygginga á svæðinu horfi til staðarandans þegar kemur að hönnun bygginga. Innan deiliskipulagssvæðisins, þessa deiliskipulagssvæðins ekki mikið núverandi byggingar, en þær sem eru víkjandi eða að minnsta kosti ekki hentugar til endurnýtingar þegar kemur að uppbyggingu eins og þessari. Staðarandan munum við kalla fram með borgarhönnun, örnefnum og efnisnotkun gatna og göngustíga. Hér sjáum við að lokum yfirlitsmyndi yfir svæðið og enn að lokum ásýnd frá Vesturlandsvegi, horft til norðurs að Esjunni. Óneitanlega borgarhluti með eigin karakter. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Páll. Þetta var skemmtilega. Snöfurmannlega gert. Þetta var frábært hjá þér, vel gert. Hérna, þetta er allir gaman að þú komst hann inn á örnefnin af því að Krossamýratorg, þetta pingu tungubrjótur. Hvaðan kemur þetta nafn? Akkur erum við ekki bara með Höfðatorg? Það kannski frátekið. Já, það kannski má segja að Höfðatorgi sé frátekið. En sagan segir það og ég kannski ekki rétti maður til að svara því. En á þessu svæði til örnefni sem heitir Krossamýri og mér sagt það að þar hafi verið jarðsettir eða verið komið upp krossum sem tengjast kirkjugarðinum í Viðey. Og þess vegna heiti þetta Krossamýri. Og Krossamýratorgi kom síðan sem örnefni eða kom sem nafn í rammaskipulaginu. Og við höfum notað það, en síðan hefur verið talað það alltaf í þessu hugsanlega fær þetta nýtt nafn. En Höfðatorgið frátekið. Já, við sjáum til. Þetta venst reyndar, Krossamýrartorg, ég að verða nokkuð sleipur með þetta. En mér langaði líka að spyrja þig, nú þetta kannski svona þéttasti hlutinn í þessum nýja borgarhluta, uppi í Krossamýri. Hvernig tryggjum við að birtuskilyrði á svæðinu verði góð og bæði þá innanhúss og í götunum og almenningsrýmunum? Hvernig tryggjum við hvernig getum við byggt þétt en ekki þröngt? Hvaða svona einstöku tóla grípum við til í því samhengi? Það alveg rétt. Það erfitt að byggja þétt og bjart, kannski, getur maður sagt, svona stóra myndin. En það sem við leggjum áherslu á það að húsin sem venda til vesturs og suðurs séu sem lægst þannig við fáum birtu í inngarða. Við leggjum líka áherslu á þá má kannski segja það að nálægðin við leiksvæði, opinsvæði, almenningsgarða og göngusvæði sé líka hjálpar því að vera, það mjög mikilvægt í þéttu umhverfi að þú hafir góðan aðgang að slíkum svona lungum, ef maður getur sagt sem svo. En auðvitað leggjum við áherslu á það að sem allra flesta íbúðir séu bjartar og birtuskilyrði séu eins og best verður á kosið. Og kannski áhugavert að nefna þetta með skuggavarp og slíkt, að þessi hugmyndum skuggavarp 1. maí sem svona milli kannski jafndægra hún svolítið áhugaverð og kannski mikilvægt að reyna að forma byggðina þannig að við reynum að skapa eins mikla birtu og hægt er. Ég held að ég þakki þið bara fyrir þetta svo stöddu, bara mjög skemmtileg yfirferð. Og ég tek bara undir með honum Páli að hvetjum ykkur til að fara eftir fundin og kynna ykkur tillögurnar aftur. Við munum setja kynningarnar inn á vefinn, þannig að þegar að fundinu loknum þá ætti vera hægt að nálgast kynningarnar á PDF formi. Næst á dagskrá ætlum við að tala við Sigurbjörgu Helgu Gunnbjörnsdóttir, skipulagsfræðing hjá Arkís. Vertu velkomin. Takk. Sigurbjörg,
ætlar að kynna fyrir okkur Elliðaárvoginn, eða svæði 2 eins og við tölum gjarnan það, og fara svona yfir helstu forsendur og svona markmið á því svæði. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Sælveri. Já, ég ætla að fara yfir deiliskipulagstillögu fyrir Elliðaárvog og staðsetningin þar hún alveg einstök, sökum nálægðar við strandlengjuna og útivistarsvæðin í Elliðaárdal. Ásamt útsýni yfir til Esju og Akrafjalls. Elliðaárvogurinn, eins og hefur komið fram, einn veðursælasti staðurinn í Reykjavík, þar sem hann er í skjóli frá höfðunum gegn suðaustanáttinni. Samfellt grænt svæði undir höfðunum sem mun hreinsa það mun vera svona samfellt svæði undir höfðunum sem mun hreinsa ofanvatn af höfðunum og skila til sjávar. Áskorunum voru í landslaginu sökum hæðamismuns og sem skiptir raun hverfinu hálfpartinn í tvennt. Byggðin upp á höfðunum og byggðinni við Elliðaárvoginn. Helstu umferðarásar neðra svæðisins Sævarhöfðinn sem svona hlykkjast hann og svo er Stórhöfðinn framlengdur til vesturs og mætast þeir þarna saman. Útfærsla skipulagsins einkennist af sterkri áherslu á vandað yfirbragð almenningsrýma, borgarmiða gatnakerfi og heildstæðar götumyndir með vistvænum áherslum. Gert er ráð fyrir að allt að 1950 íbúðir rísi í Elliðaárvogi sem verður eitt af grænustum hverfum borgarinnar. Skipulag gerir almennt ráð fyrir 3–5 hæða randbyggð með skjólgóðum inngörðum og fjölbreyttum almenningsrýmum. Og það er svona hugsað að inngangar inn í íbúðirnar eða fjölbýlishúsin verði frá götunni. Almenningsrými er mikilvægur þáttur í samfélagi þar sem ásýnd og hönnun þeirra hafa mikil áhrif á upplifun og öryggistilfinningu. En það verður farið yfir það hérna almenningsrými hérna eftir. Grunn- og leikskólalóðir verða áberandi í hverfinu og gegna margþættu hlutverki. Samfellt græn svæði hafa það hlutverk að safna vatni af þökum, götum og bílastæðum til að hægja á rennsli þess í gegnum gróður og jarðlög og fleyta því til sjávar. Þessar ofanvatnslausnir munu þróast í að verða votlendisflákar sem verða að spennandi áningarstöðum undir höfðunum. Fjölbreytt leik- og dvalasvæði verða með reglulegu millibili meðfram Elliðaám og eftir samfelldum göngu sem leiðir vegfarendur eftir í gegnum hverfið meðfram aðliggjandi innigörðum. Göngu- og hjólatengingar innan hverfisins verður eins og best á kosið til að bjóða upp á stystu leið milli staða og hvetja til notkunar á virkum ferðamátum. Göturýmið verður gert vistvænt og upphækkaðar götur og hjólaþveranir yfir götur gefa til kynna að gangandi og hjólandi umferð sé í forgang. Í Elliðaárvogi eru 2 skólalóðir sem tengjast grænan geira sem liggur meðfram Ártúnshöfða. Gönguás, bleik brotalína, tengir flæði gangandi og hjólandi vegfarenda á milli leik- og skólalóða og að Borgarlínutorgi. Þök skólabygginga verða nýtt sem virk útirými skólalóðar. Auk þess er gert ráð fyrir að skólabygging nyrst verði nýtt til að tengja byggðina upp á höfðunum með brúatengingu fyrir gangandi vegfarendur af þaki skólans. Leikskólalóðirnar eru 2, annar leikskólinn deilir lóð með yngri nemendum og hinn verður við stoppistöð Borgarlínu. En þess má geta í Bryggjukverfi vestur sem var farið þarna sem er raunnist, er 1 grunnskóli og 2 leikskólar á því svæði. Hugað var að stað og hæðsetningu húsa til að takmarka skuggamyndun
á þeim lóðum þeim tíma árs sem sól nýtur helst. Og það var gert með að hafa hrynjandan á hæð húsa eftir það sem að myndi valda minnst skugga á lóðirnar. Svæðinu var skipt upp í 3 svæði út frá legu og byggðavinstri sem Nes, Vogar og Hlíð. Nes ber einkenni sem byggð við sjó þar sem nærvera við strandlengjuna og Elliðahöfn gefur byggðinni sérstakan staðaranda. Byggðaminstrið tvenns konar, 3–5 hæða randbyggð sem nýtur nálægðar við bryggjukant og votlendi. 4–7 hæða stakstæð punkthús staðsett í sameiginlegum garði sem mynda samfellt landslag bæði innan lóðar og við aðliggjandi borgarhluta við Elliðaár. Lögð áhersla á að hvert punkthús hafi sín sérstæðu einkenni og að ekki verði greinileg endurtekning á milli bygginga í útfærslu og efnisvali. Hluti svæðisins verður á landfyllingu. Það nyrsti hlutin á þessu svæði. Þjónusta og verslun innan þennan byggðarhluta staðsettur við Elliðaárhöfn og tengist þar almenningsrými við höfnina. Vogur samanstendur af þéttri 3–5 hæða randbyggð næst Sævarhöfða sem verður smágerðari eftir sem nær dregur Elliðaárám. Byggingarnar næst Elliðaárám geta verið útfærðar sem fjölbýli eða raðhús. Lögð áhersla á aukinn fínleika og uppbrot í útfærslum bygginga eftir því sem vestar dregur og forgarða. Garðrými skulu vera útfærð þannig að samfellt landslag myndast milli lóðar og aðliggjandi borgarhluta við Árbakkann. Þjónusta og verslun innan byggðarhluta staðsett á 2 stöðum við Sævarhöfða og tengist þar skólalóð og bílastæðahúsi fyrir almenning. Hlíð þétt borgarbyggð með randbyggðar fyrirkomulagi sem nýtur góðs af nálægð við borgarlínu. Byggðin einkennist af landhalla sem á svæðinu og trappast niður til norðvesturs. Í ljósi þéttleika og landhalla sérstaklega mikilvægt að útfærslu byggingar hámarki gæði og tilliti til aðgengi og dagsbirtu og gæði garðrýma. Og það var farið mikið yfir það með skuggakortum. Bílastæði að mestu leyti neðanjarðar og í bílastæðakjallara fyrir almenning. Þjónustu og verslun innan þennan byggðarhluta staðsett í 4 stöðum við Sævarhöfða og Stórhöfða í tengslum við stoppistöð borgarlínu. C40 reitur olabygging næst sunnast en íbúðir hússins munu hýsa fjölbreyttan hóp fólks, fjölskyldur, námsmenn og eldri borgara. Auk þess verða veitingastaðir, verslanir og leikskóli í byggingunni. Í miðju hennar stór garður með staðbundum plöntutegundum, grjóti og landslagi. Hér má svo sjá, ef við hugsum aðeins lengri inn í framtíðina, síðasta púslið sem klárar að tengja alla neðri byggðina saman. Til hægri á þessar mynd Bryggjukverfi vestur sem búið að deiliskipuleggja og þegar byrjað að úthluta lóðum og byrjað að byggja. Sá hluti svæði sem fellur undir 3. áfanga verkefnisins mitt á milli Elliðaárvogs og Bryggjukverfi vestur og eingöngu á landfyllingu. Framtíðarsýn fyrir þetta hverfi á að vera sterk tengsl við sjóinn, strandlengjuna, en ekki verið að skipuleggja þetta svæði núna. Byggðin mun vera 3–5 hæða randbyggð og enda í glæsilegri sjávarsundlaug. Hér má sjá fyrirhugaðar útivistarsvæði með sundlaug, sjóstundarstöðu og íþróttasvæði við Elliðaárvog. Þetta raun drög af fyrirhugaði sundlaug en það ekkert raun komin lengra. En fyrirmyndir af þessari tegund sundlaug eru teknar frá Nýja-Sjálandi og Ástralíu og
hafa raun ekki. Þetta er svona hugsað að aðfalli og sjórinn fari inn og út á lauginni á vissum hluta. Svo hann verður svona dálítið öldugangur jafnvel á sumum dögum. Og hér má sjá fyrirhugaðar útivistarsvæði við Elliðahöfn, en það er raun, þetta svæði er enn í mótun og ekki fullhannað. Og svo eru hérna enn lengra inn á svæði 3 svona hugmyndir kanila og spennandi sjósport aðstöðu. Þá er þetta búið hjá mér. Takk. Takk fyrir það. Ég held að það er alltaf spennandi í svona nýri byggð. Það er alltaf spurt sko hver er skólinn og hver er sundlaugin. Þú endar einhvern veginn á trompinu sem að ég held að sé... Já, síðasta púslinu. Síðasta púslinu, já. En þetta er náttúrulega eitthvað svona sem er verið að skoða og kemur kannski meira inn þegar að svæði 3 fer í endanlega hönnun. Já, en þetta er svona hugmyndin að það vantar sundlaug þarna. Já. Og hugmyndin er að gera einhvern veginn öðruvísi, nýrri, eða svona öðruvísi pælingar en þessa sundlaugar sem er í borginni. Já. Tengina við sjóinn meira. Það er náttúrulega ótrúlega skemmtilegt með þetta svæði hvað það er náttúrulega mikillir nálægð við Elliðaárvoginn og náttúrulega Grafarvoginn líka. En mér langar að spyrja beina 2 spurningum til þín. Það er að þú nefndir C40-ritin, að þá sem svona verslunar- og þjónustusvæði. Hvað með nærþjónustu innan svæðisins? Hvar gætum við fundið svoleiðis rými? Já, það er hérna við Sævarhöfðann, raun þar sem við köllum Vogar, að þar eru 2 staðir beint á móti skólanum, 2 horn, og þar er hugsað að þar gæti verið dagvöruverslun, bakari, apótek eða raun, hvað sem er raun. Og svo er þarna líka við C40-ritina eða borgarlínu, og svo er þarna ofar þar sem að Elliðaárhöfnin er. Það er líka staðsetning sem gæti verið raun hvað sem er, hvort sem er dagvöruverslun eða hvað það vill vera. Okay. Og þá er það í tengslum við það almenningssvæði. Þetta var svona hugsað að það væri á allir svona heitum stöðum að það væri ykkur starfsemi þar, verslun eða fólk getur fengið sér eitthvað að drekka eða ráð. Já, keypt sér pítsu á föstudögum. Já, einmitt, eða kaffihús. Það er nú ekki dónalegt að sitja þarna og gána út hafið, sko. Nei, nákvæmlega. Þetta er náttúrulega ótrúlega flott svæði og maður bíður bara spenntur eftir að sjá þessa uppbyggingu fara af stað. En ég þakka þér bara fyrir í bili allan. Við sjáum til hvort það komi spurningar hérna á meðan. Já, ok. Takk fyrir mig. Takk. Já, ég ætlaði kannski líka bara minna á það að við náttúrulega erum með heimasíða verkefnisins eða svæðisins, skipulag.reykjavik.is. Þar getið þið nálgast í rauninni þær tillögur sem er verið að vinna, drög að þeim. Þar er líka sjálf útsendingi núna er í rauninni þar inni, þannig að myndbandið eða vídeóið verður hægt að nálgast það á vefnum. Allar kynningarna sem eru verið að kynna hérna í dag verða líka þar inni, það er PDF, skjöl af því og auðvitað fullt af öðrum upplýsingum sem kannski kom ekki fram akkurat núna. Það er líka hægt að taka þátt í svona kortakönnun sem við vorum að setja af stað í dag í gegnum finnskan hugbúnað, Maptionær, sem við erum mjög spennt að sjá hvernig virkar. Og svo þetta í gegnum heimasíðuna líka að setja senda inn athugasemdir eða spurningar og svo þetta gamli góði tölvupósturinn, hægt að senda okkur póst á höfðin@reykjavik.is og bara endilega ef þið eru með spurningar akkurat núna sem brennur á okkur fyrir sem þið viljið beina til einhvers þeirra sem að kynna hérna í dag, bara sendið það inn en við líka bara hendið inn spurningu og við reynum að koma því í réttan farveg og jafnvel svara hérna í útsendingunni ef við náum því. Nú ætlum við að tala við hann Þráinn Hauksson, landslagsarkitekt hjá Landslagi. Þráinn landslag tóku þátt í rammaskipulaginu, við erum meðhöfundar af því.
og eru núna að vinna, hafa haft umsjón þessi grænu svæði almenningsrými og eru að vinna hönnunarhandbók fyrir svæðið. Gjörðu svo vel, Þráinn. Takk fyrir það. Grænu svæðin eru náttúrulega mjög mikilvæg þegar við erum að byggja þétta byggð og núna erum við að prófa að byggja stórt hverfi, þétt og þá þurfum við að huga því vel að takist vel til með grænu svæðin. Og við þurfum líka að huga því hvernig byggðin tengist öðrum grænum svæðum af því að á liðnu ári þá höfum við náttúrulega komist að því að það er gríðarlega mikilvægt að geta gengið umhverfið sitt í fallegu umhverfi aðlaðandi og fundið svona sína hálftíma, klukkutíma hringi sem eru sem mest í aðlaðandi og fallegu umhverfi. Hérna sjáum við hvernig þetta nýja hverfi, þessi nýji borgarhluti eru sveit settur gagnvart svona helstu, svona í stóra græna neti borgarinnar, tengingarnar út í Elliðaárdalinn, út í Fossvoginn og meðfram Suðurlandsbrautinni út í Laugardalinn og svo inn í Grafarvoginn. Og jafnframt sjáum við þarna líka, við höfum merkt inn svona helstu íþróttafélög í svona næsta nágrenni og þar höfum við af nóg að taka, Fylki, Víking, Þrótt og Fjölni, svo einhverju sem nefndir. Hérna höfum við bara þetta yfirlit yfir hverfin og áfangana og það er búið að fjalla þetta allt saman nokkuð ítarlega og þannig að ég ætla að fara það kannski aðeins dýpra. Sem sagt, við erum að fara að umbreyta mjög gráu svæði í eitthvað grænt og fallegt. Og jaðar þessa svæðis grænn og fallegur, grænn og blár. Við erum við nálægðinni við hafið og Voginn og Elliðaárdalinn sem eiginlega svona flæðir hérna út í Voginn og við höfum alltaf horft á það alveg frá samkeppnistillögu og yfir rammaskipulag að Geirsneið gegndi svona lykilhlutverki sem borgargarður í þessari uppbyggingu með Vogabyggðinni. Og þannig að áskorunin að gera þetta hverfi gott og aðlaðandi. Svona lítur þetta út í dag á loftmynd og svo þegar við svona flettum hérna yfir þá þetta fullbyggt ofan á sama landslag. Ég ætla bara að fara aftur tilbaka og sýna ykkur þetta aftur, svona hver umbreytingin Og þarna erum við með svona þetta heildar yfirlit þar sem við sjáum Geirsnefið inn í þessari mynd og við lítum á það sem svona þennan borgargarð sem tengir saman Vogabyggðina og byggðina á Höfðanum og við Elliðavoginn og þar sjáum við alveg fyrir heilmikla umbreytingu bæði í yfirbragði svæðisins og eins að þar geti verið íþróttaaðstaða, vellir og þess háttar en landfyllingin leyfir samt ekki einhverjar meiri háttar byggingar. Og þarna höfum við, það svona okkar hlutverk að halda utan þetta græna net svæða og að þetta myndi svona eina samfellda heild. Og bara svona rétt til þess að fara í blákaldan raunveruleikann þá erum við með mynd af hverjum í dag, það sem við að hluta til á neðra svæðinu, það sem við horfum ofan á malbyggingarstöðvar og vörubílastöðvar og þess að þar, en þarna erum við líka búin að merkja inn hvar Sævar-Höfðastöð borgarlínunnar þarna niðri, rétt, hvað við segja, norðan við Ingvar Helgason eða bílasölurnar sem þarna eru og þar borgarlínan að byrja að klifra upp brekkunnar. Síðan næsta mynd sýnir þá hitt hjarta svæðisins sem Krossamýrartorgið eins og hérna kom fram áður. Tilvalið að grípa þetta nafn að því ég heyrði samtali það áðan og líka að þetta bara svona á þessum krossgötum þá þáttu okkur alveg strax þetta alveg smellpassa. Við erum náttúrulega að horfa á framlengdan Breiðhöfðan niður á neðra svæði. Það var svona eitt af lykilatriðum í rammaskipulaginu að tengja saman efra neðra svæði með því að framlengja Breiðhöfðan. Þar fáum við líka mjög fallegan sjónás yfir Sundin og Viðey og út á Akrafjallið.
Þá ætlum ég svona að trítla með okkur í gegnum grænusvæði byggðarinnar og við erum með þá fyrst þessa lengju sem eiginlega fléttast við sko núverandi stíg á bökkum Elliðaáa eða þessar framlengdu legu Elliðaána út í Grafarvogi og þar eins og hefur verið lýst hérna áður í fyrir kynningum erum við svona að tvinna saman byggðina við þetta Árbakkasvæði. Við erum með verulega breitt og gott svæði meðfram Árbakkanum, alltaf 50 metrar breitt, þar sem að við erum að fá inn nýtt landslag með samfelldukerfi ofanslausna, lautir og lænur sem að geta tekið við ofanvatni. Þetta þýðir ekki að þetta sé alltaf rennandi blautt og fullt af vatni, heldur þetta svæði sem geta tekið við vatni og þróað áfram votlendis gróður og orðið þannig líka stuðla þannig að líffræðilegum fjölbreytileika. En við erum annars vegar með þetta svæði sem sagt meðfram ánum og svo erum við hins vegar með þetta línulega svæði sem höfðin sjálfur og svæðið upp á höfðunum og svæðið undir höfðunum. Það líka kerfi ofans farvega og lausna sem að leiða út í svokallaða Elliðaáhöfn og gefa bæði þessa möguleika að ferðast uppi á höfðabrúninni og njóta útsýnis út yfir sundin og að vera niður í skjólinu og þá í tengslu við leikaðstöðu á skólalóðum og þess þar. Og náttúrulega þegar maður að horfa á svona útivistartækifærin í svona hverfi þá náttúrulega eru skólalóðurnar náttúrulega mjög mikilvægur hluti af þeim vef af því þær náttúrulega nýta skrokkunum í skólastarfið en líka á sumrin og kvöldin og helgar og gegna þannig stóru hlutverki. En í ljósi aðstæðna, þessum háa bratta hamri, þá erum við, sjáum við líka fyrir okkur að við erum með svona einhverja sértæka lausnir hér og þar til þess að búa til svona, shortcut eða komast styttri leiðir á milli efra og neðra svæðis í einhvers konar tröppumannvirkjum og þó að við hugum líka því að leysa aðgengi allra á heppilegum stöðum í byggðinni. Og þarna sjáum við líka á myndinni neðst til hægri. Þar erum við í raun og veru með þennan græna ás sem undir höfðanum, hvar hann flýtur í raun og veru undir borgarlínu brautina í svona alveg bara opnu og frjálsu umhverfi. Og uppi á höfðanum þá það Krossamýratorg og garður sem svona hjartað í þeirri byggð og þar erum við annars vegar með þetta svona harðatorgið sem snýr að borgarlínustöðinni og þar þarf að vera svigrúm til þess að geta verið með hátíðir og slitsterk torg sem getur verið með markaði og þar iðandi og mannlíf, fólk á ferli þess og krössi við torgið út úr borgarlínustöðinni og þar pláss fyrir hjólalegur og rafskútur og allt þetta sem við þekkjum. Eða erum að kynnast sko núna hratt og örugglega. Og svo á bakvið, þar erum við með svona stærri almenningsgarð sem alveg bara jafn stór og Austurvöllur, við höfum mátað þetta saman og þannig að þar eiga að vera möguleikar að búa til græna garð með stórum grasflötum, leikaðstöðu og öllu því sem okkur dettur í hug að gera. Þannig að, en sem sagt í tengslu við þessa vinnu, þá höfum við verið að vinna þessum göllum hönnunarhandbók. Og það eiginlega til þess að tryggja það að hugsunin í skipulaginu skili sér til þeirra sem fara svo að hanna og framkvæma í framtíðinni í náttúrulega mörgum áföngum yfir langt árabil. Auðvitað erum við ekkert að sjá allt fyrir okkur núna hvernig þetta mun líta út, en við erum svona að reyna að búa til leiðbeiningar og minnislist, checklista fyrir þá sem að koma að framhaldsáföngum til þess að tryggja þau gæði sem við viljum hafa í þessu nýja borgarhluta. Og þá erum við að tala almenningsrýmin fyrst og fremst, við erum að tala göturými sem verða svo mikilvæg í svona þéttri byggð og svo líka inngarðana alla og þar sem að fólkið býr á sinn heim. Og þarna förum við sem sagt í gegnum mismunandi gatnatýpur og erum að bæði að sjá fyrir okkur hvernig þær líta út og
með tilliti til göngustíga, gróðurs, ofanvatnslausna, bílastæða, djúpgáma, hjólastæða og allt sem þarf til þess að þetta verði aðlaðandi og fallegt umhverfi. Sömuleiðis svona tengingin úr almenningsrýmunum, gatnarýmunum inn í þessi svona meira prívat og hálfprívat rými sem að tengjast þá þessum randbyggðar byggingum, reitum. Og við erum líka að fjalla það hvernig við viljum að jaðrar verði lifandi, grænir og fallegir og að fólk hafi í ákveðnum tilfellum möguleika á að svona glæða aðliggjandi gangstétti lífi með sinni tilveru og sínum gróðri eða hvað það nú er. Og við erum að fjalla götutré vegna þess að, eins og ég sagði, það er svo mikilvægt að takist til vel með göturýmin. Þar verða trén og gróðurinn sem að gera yfirbragð byggðarinnar aðlaðandi. Þarna erum við að sýna svona bæði á yfirlitsmynd það hvernig við viljum sjá trjágróður í sem bara öllum götum og við erum að vinna með mismunandi þemu eftir mismunandi yfirbragði hverfa. Af því við viljum ekki öll þessi hverfi innan borgarhlutans verði eins. Við viljum skapa hverju hverfi sína sérstöðu. Og við erum að vinna náttúrulega með hjólastæði. Við viljum að það verður munið til því að koma þeim fyrir allstaðar í öllum götum. Þannig að það hvetji til þess að menn noti hjóli og sé öruggt með að læsa þeim á góðum stöðum og verði eðlilegur hluti af borgarrýminu. Ofanvatnslausnirnar eru líka lykilatriði af því að það er ekki bara það að við sem að kannski að spara í lagnakostnaði, heldur erum við að líka með því að vinna með þetta, þá getum við verið að fá miklu fjölbreyttara gróðurfar og skemmtilegheit inn í gatnarýmið. Og að lokum þá eru náttúrulega borgarlínustöðvarnar tvær alveg lykilatriði og þar stingum við þessum hverfum í samband við borgarlínuna og þar erum við að sýna fram á hvernig þetta raðast niður akbrautir þar sem þær eiga að vera. Þær eru nefnilega ólíkar þessar tvær stöðvar. Eins og Páll nefndi þá er upp við Krossanverðartorg þá er ekki gert ráð fyrir bílaakstri þar framhjá en það er aftur tilfelli niður við neðri stöðuna og þannig að við erum að leggja línurnar með það hvernig þessi rými líta út að lokum. Og svo er það síðast en ekki síst, það eru inngarðarnir. Það þurfa allir að axla ábyrgð í þessu verkefni og það er meðal annars til þess að skila þessu fallegu og líka þeir sem ætla að byggja þarna. Og þess vegna erum við að fjalla það að við viljum tryggja að það verði sköpuð góð skilyrði til þess að búa til grænar og fallega inngarða með gróðri og það gerist þannig að til dæmis að burðarþol bílakjallara þar sem þeir eru, að þeir þurfa að þola þá það álag að taka við landslagi og eða að við á ákveðnum hlutum lóðanna séu með jarðsamband þannig að setja gróðurseta að sé ekki eitt bílastæða þak undir öllum garðinum heldur ákveðin hlutar sem eru í jarðsambandi eins og við segjum. Og hér er bara svona dæmi opnu í hönnunarhandbókinni. Hún er margar blaðsíður og það fjallaði margt í henni, en þetta er bara svona eitt dæmi það sem við erum að tala gönguásinn sem er frá borgarlínustöðinni, þar sem við fjöllum yfirborð, gróður og fleiri hluti og ofanvatnið. Og þarna til dæmis leikaðstöð sem við viljum koma inn í þennan gönguás og gera hann lifandi. Og svo bara greip ég eina svona gamla góða Photoshop mynd úr samkynhneigstillögunni sem var að gefa til kynna hvernig við okkur langar til að umbreyta líka yfirbragðinni í Geirsnefjunni í svona eitthvað náttúrulega heldur en þessa grænu pönnuköku sem að Geirsnefið er í dag og innrétta að fá betra samband við vatnsflötinn og
koma meiri og fjölbreyttari og lífríki og gróðri inn í myndina til þess að bara skapa skilyrði fyrir fjölbreytta útivist. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Páll. Nei, Þráinn, fyrirgefðu. Hérna, að því hún talaði geisnefi hérna í lokin, þá langaði mig að spyrja þig. Þú komst aðeins grípa eina spurningu sal, ef maður getur sagt svo. Þú komst aðeins inn á íþróttafélögin. Já. Hvar hérna, verður nýtt íþróttafélag á svæðinu og hvar þið íþróttaaðstaða fyrir hverfið? Já, ég hef ekki heyrt tala að það væri búið að leggja drög að stofnun nýs íþróttafélags. Heldur hefur verið talað það að það væri þá frekar það sem þarna í grendinni, en við höfum bent á Geirsnefið sem mögulegt að það sé hægt að byggja upp velli sem að hvort sem að það tengist einhverju félögum eða hvað, en þar hægt að skapa allavega æfingaaðstöðu, jafnvel keppnisaðstöðu, en íþróttamannvirki þeim hefur allavega ekki fundið staður í hvorki rammaskipulagi né þessum deiliskipulagsáföngum. Vissulega gert ráð fyrir íþróttaaðstöðu í skólunum, minni sölum og kannski kennslusundlaugum, og svo fyrir utan þessar sundlauga hugmyndir sem upp eru. En ég ætla allavega ekki að lofa íþróttafélagi á staðnum. Nema kannski raf íþróttum, það verður kannski hægt að... Já, það geta nú verið víða. Já. En hérna Sævarhöfðin, þetta líka einmitt aldrei skemmtileg spurning sem okkur barst hérna. Af hverju liggur Sævarhöfðin í Sveig? Hvað er það að gera þar? Já, það var hann í beinni lög í dag og við erum að breyta lögunum. Það var til þess eiginlega að, ef maður lítur á hann sem svona hryggjarstykki í þessari neðri byggð, þá vorum við eiginlega bara að jafna svolítið hluthöllum á milli byggingasvæða beggja vegna við hann. Hann var of þunnur öðru megin ef við höfum notað núverandi legu. Og svo þar fyrir utan þá verður kannski bara hann verður svona rólegri með þessu móti, með þeim aðgerðum sem eru hugsaðar á öllum gatnamótum, til dæmis með bara forgangi allra með gangandi og hjólandi vegfarenda. Þú hefur einhvern tíma nefnt hérna að þetta sé líka gamla strandleikjan sé einhvern veginn endursköpuð og... Já, ég hef gleymt að nefna það. Það er náttúrulega strandleikjan lá nánast undir höfðanum, alveg að höfðana eins og við þekkjum í dag, og það var svona eiginlega eitt af hugmyndunum í samkeppnistillögunni var bara að framkalla hana svona sem þessa línu sem að svæðið undir höfðanum þetta græna svæðið þar, og áhersluðstunum. Þakka kærlega fyrir þetta. Takk sömuleiðis. Ég ætlaði kannski að koma inn á það hérna eftir Þráinn hérna að hönnunarhandbókin sem slík er aðgengileg á síðunni undir hérna flipanum tillögur. Mjög skemmtilegt að fletta í gegnum þetta allt, þannig að mikið af flottum myndum og teikningum, þannig að ég held að þetta við öll að skoða það. Næst ætlum við að tala við hana Soffíu Vagsdóttir sem er skrifstofustjóri á fagskrifstofu grunnskóla á skóla- og frístundasviði borgarinnar. Vertu velkomin, Soffía. Takk fyrir. Þetta er ekki smálega spennandi tíma hérna. Svo margt að gerast og sjást. Já, má ég bara byrja? Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Sko, þegar á að fara að hanna nýja skóla, þá er alltaf rosalega spennandi tímabil í gangi hjá okkur. En mér langar kannski að byrja á því að segja frá því að það er ekki svona 2 ár síðan að við samþykktum nýja menntastefnu. Og menntastefna Reykjavíkurborgar, hún heitir þessu fallega nafni Látum draumana rætast. Og það varpa kannski upp þessari glæru þar sem við sjáum öll þessi litlu merki sem eiginlega að lýsa stefnunni hvernig við viljum sjá hana. Skólinn er fyrir alla. Við erum með gríðarlega fjölbreytt skóla- og frístundastarf og þessi stefna var búin til eiginlega af mörg þúsund manns. Börn, kennarar, foreldrar, háskólasamfélagið, atvinnulífið, listamenn, jafnvel erlendir ráðgjafar koma að þessu með okkur, þannig að við erum alveg gríðarlega stolt af þessari stefnu. Hún gildir til ársins 2030, þannig að okkar skóla- og frístundastarf hverfist eiginlega bara allt þessa stefnu. Í þessari miklu vinnu þá komum við okkur saman það væru svona 5 lykilþættir sem að við vildum leggja áherslu á. Auðvitað erum við með aðalnámskrár sem við vinnum eftir bæði leik- og grunnskóla og flotta frístundastefnu sem við vinnum líka samkvæmt.
En við komum okkur saman þessa 5 þætti sem eru félagsfærni, heilbrigði, sjálfsefling, sköpun og læsi. Og þessi þættir hverfast eiginlega inn í okkar starf allt saman. Og það er líka gaman að segja frá því að við erum með flotta heimasíðu sem heitir bara mentastefna.is, þar sem að má vita allt þessa flottu stefnu, fyrir utan að það er alveg gríðarlega mikið magn af efni sem að kennarar geta sótt í, hugmyndabanki sem að kennarar, starfsfólk og frístundafólk hefur verið að búa til, og leikskólastarfsmenn og stjórnendur. Og við ætlum að fagna 10. maí, svo ég segi það nú, þá verður risastórt mentastefnumót sem að við ætlum það sem allar staðstöðvar hjá okkur verða í fríi við að fræðast og mennta sér saman á stórri svona netráðstefnu. Þannig að það verður hátíð í bæ hjá okkur þá. En mér langar að koma aðeins að þessari þróun sem núna við erum búin að fá svo frábæra kynningar á hérna í dag, nýjum skólahverfum og nýjum bara samfélögum, að þá það þannig að við erum auðvitað búin að sjá mjög breytt bara samfélag. Það er kallað eftir miklu meiri þjónustu af kerfunum. Við erum að leggja áherslu á það að börnin okkar komist sem fyrst inn á leikskóla, við miðum við 1 árs hérna og það er verið að vinna hörðum höndum á því. Og við erum að þjóna börnum, yngri börnunum, vel í gegnum skóla- og frístundastarf til þess að foreldrar geti verið öruggir í sínu og áhyggjulausir í sínum störfum, og það sem þeir eru að fást við að þetta er rosalega mikil breyting sem að við erum að bregðast við. Og ef við komum svo inn í hverfið, þá sjáum við þessi mynd við birst hérna nokkur sinnum í dag, en ég setti þarna gamla gula hringinn sem að er sá skóli sem við erum kannski komin svona næst í að vera að velta fyrir okkur. Það er skóli þarna sem að er, hvað maður að segja, hérna á að þjóna Vogabyggð og er þarna hjá á Snarfarasvæðinu. Ótrúlega spennandi svæði fyrir skóla vegna þess að þetta er stórt grænt svæði, þarna eru náttúruminjar í botni þessa vogs þarna, þannig að við sjáum þetta í hillingum með kajaka og alls konar ævintýr. En við kemum svo inn í þessi nýju hverfi þar sem eru 3 rauðir hringir. Það hefur líka verið minnst á það að þarna eru skólalóðurnar í hverfunum. Litlu rauðu punktarnir, þeir eru ekkert endilega rétt staðsettir, það var minnst á hérna áðan að þessi þjónusta sem að verður fyrir 1 árs til 3 ára börn, hún gæti alveg verið bara á jarðhæð í blokk eða einhver íbúðarhúsnæði. Þetta er hugsað sem að þjónusta við langyngsta hópinn verði sem næst fólkinu og heimilunum, en síðan nyrðri og syðsti hringirnir 2, þetta eru skólar fyrir 4 til 9 ára börn. Og við höfum séð það að það eru svo mikil samlegðar áhrif fyrir þennan hóp vegna þess að við horfum bara á skólalóðurnar, við horfum á skipulagi inn í skólanum, við horfum á leikinn og þjálfunin í félagsfærninni og það hvernig við erum að sinna þessum yngsta hópi. Þetta er mikil samlegð fyrir þennan aldri, kem aðeins betur á því á eftir. Við erum líka að sjá að þetta er rosalega spennandi þessi nýja hugmyndafræði. Það er að segja að byggja þétt en að vera með svona fallegt, grænt, skapandi umhverfi sem er áreiti fyrir börn og fullorðna, bæði fyrir upplifun og líka fyrir svona hreyfingu og útivist. Og við í skólunum, við erum að sjálfsögðu á fullu að taka þátt í að skipuleggja græna planið, taka þátt í græna planið, taka þátt í að innleiða heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Við viljum að börnin hreyfi sig. Það er alveg nauðsynlegt að börn gangi til og frá skóla, að börn geti hjólað eða gengi á auðveldan hátt og geti verið þar örugg, bæði vetursumar, voru og haust, og við viljum að börnin séu óhrædd þar sem við fara og njóti sín og geti séð eitthvað skemmtilegt og forvitnilegt á leiðinni líka. Þannig að við erum rosalega spennt fyrir þessu nýju hverfum, að því við sjáum, og ég er bara búin að sjá það á þessum kynningu, hvað er hugsað fyrir mörgu líka út frá börnum, sem er dásamlegt. Bara aðeins að hnykkja á þessu, við erum sem sagt með að hugsa svona, 3-4 torfur, 3 kannski. Það eru ungbarnaleikskólar frá 0 til 3 ára, þeir geta orðið 2 til 3, það eru 2 til 3 svona skólatorfur sem eru frá 4 til 9 ára, eftir í hvað við tökum stórt upptökusvæði og eftir í hvað fólk er duglegt að eiga börn líka. Og síðan er það skólatorfan fyrir 10 til 15 ára unglinga og þetta er auðvitað
ofsalega mikilvægt fyrir skólana að fá að vera svona virkir þáttakendur í því að móta hverfið, af því að við viljum líka sjá að uppgötvunarnám og þjálfunin í því að ferðast eigið umhverfi, þjálfunin í að vera með börnum út að leika á þessum opnu svæðum, hún rosalega mikilvæg af því að nám ekki bara að sitja við borð og hafa bók fyrir framan sig. Það svo ofboðslega vítt hugtak. Við viljum sjá ævintýrin á leiðinni, að krakkarnir geti hitt vá alveg út allt og þau geti hreyft sig, þau geti uppgötvað hvað þau geta og kunna og hvað þau ráða við og farið svona ögra svolítið svona óttar sínum, þjálfa seglu og hverfið allt sýnist mér vera bara að hugsa bókstaflega til þess og þessi nálægð við strönd og sjá sjóin náttúrulega alveg dásamleg. Og svo kannski bara svona til að hnykkja á þessu saman, við erum að hugsa heildræna skóla og frístundaþjónustu fyrir yngsta hópinn upp í 9 ára. Við viljum hafa nágrenni sem auðvelt að fara með börnin út, þar sem þau geta hvílt sig og sest á bekki eða klifrað eða lagst í grænan lund. Og svo þegar við komum að unglingunum að þá vitum við það að þetta gríðarlega mikill mótunartími, umhverfið í skólanum þarf að helgast af nýsköpunarumhverfi, það bráðum að koma sýndarveruleikinn á fullinn í skólana, við erum að fullu að tækni og tölvuvæðast, skil á námi að verða gríðarlega breytt, skólastofan í eðli sínu að breytast, mötuneytin að breytast, þetta kaffihúsastemning og svo lengi gert ég talið. Þannig að við erum bara í rífandi stemningu að taka þátt í þessari uppbyggingu og bíðum bara spennt eftir að við komumst nær. Við erum að vinna núna á 2 stöðum í borginni sem Skerjafjörður og Vogabyggðin en þarna verður sko tækifæri til að þróa skapandi og spennandi skólastarf af því að skóli hann verður heldur ekki til fyrir að það komið nægilegur massi af fólki til þess að koma inn í skólan. Þannig að á meðan erum við bara að sinna börnunum mögulega í nálægum skólum en svo verður menningin í skólanu til í umhverfinu og með fólkinu sem kemur til með að vera þar. Þetta, svo mörg verður orð, get ég sagt þetta verðandi skóla. Já, þakka kærlega fyrir. Þetta var mjög skemmtileg yfirferð hjá þér. Kannski svona bara beint við, getur sagt okkur eitthvað einhverja tímalínu? Það dálítið svona spurning sem að dúkkar upp í svona samhengi. Já, við fylgjumst bara með uppbyggingunni. Leið og að fara að rísa þarna hús, þá tökum við upp okkar föggur og byrjum að hugsa og pæla og hvernig skóli ætti að vera þarna og hvað á að einkennast. En svo verður þetta auðvitað rosalega mikið til í umhverfinu sem að húsnæðin standa í. Já. Þannig að en við erum auðvitað að vinna eftir menntastefnunni fyrst og síðast. Hún ótrúlega flott og við erum svo stolt af henni því að hún sækir svo mikið í að barnið sé í forgrunni, að við séum að virkja barnið út frá því sem að það og það geti notið sín og byggt upp sína eigin styrkleika gegnum skóla og frístundastarfið. Það eiginlega okkar leiðilegur í þessu. Já, en að því hún kemur líka aðeins inn á tómstundastarfið, þú veist, hvað með eins og tónlistarskóla og þann hluta skólastarfsins sem maður getur sagt? Einmitt, sko, við erum alla borg í góðu samstarfi við tónlistarskóla til dæmis og þeir eru að koma inn í grunnskóla og við erum bara búin að búa til aðstöðu úr alls konar umhverfi, mismunandi góðu ef við viljum hafa það framúrskarandi eins og í nýjustu skólanum, þá bara gert ráð fyrir því að börnin getur farið út úr skólanum, farið í sína tónlistartíma og spila á sína fiðlu eða klarinett og svo farið bara tilbaka af því við viljum líka létta foreldrum daglega lífið. Þannig að þetta farið sem mest fram bara á dagvinnutíma í skólaumhverfi barnsins. Já. Þá held ég að ég sleppi þér bara í bili. Takk fyrir. Já, nú ætlum við að ein kynning hérna eftir. Ég ætlaði bara að hnykkja því rétt áður en að sú kynning hefst að endilega senda inn spurningar á höfði@reykjavik.is eða í gegnum heimasíðuna. Við ætlum að reyna að svara einhverjum spurningum hérna eftir síðustu kynninguna. Nú hún Anna Guðrún Stefánsdóttir komin til mín, umferðar- og skipulagsverkfræðingur hjá Verkís. Verkís, þið hafið verið sinnt svona hlutverki umferðarmála og þessi svona kannski verkfræðilegri þættir sem eru þó mjög mikilvæg í skipulagsferlinu og eru líka meðhöfundar í rammaskipulagstillögunni.
Þú ætlar að fjalla aðeins samgöngumálin og bara gjöra svo vel. Já, þakka fyrir Birgir. Já, það er komið að rúsinu í pilsendanum á mínu mati að það áhuga að vera hérna í dag, algjörlega hlutlaust mat, en það er sem samgöngumálin. Þarna, sko uppbygging hverfis að þessari stærðargráðu, kallar á ýmsar áskoranir í samgöngumálum og í samræmi við markmið aðalskipulags Reykjavíkur er mikil áhersla lögð á vistvæna samgöngumáta og er hverfið hanna með það að leiðarljósi. Borgarlínan er grundvöllur þess að sveitarfélögin geti þétt byggð í miðkjörnum og þróunarásum og vaxið. Gert er ráð fyrir auknum byggingarheimildum í þróunarásnum í kringum borgarlínuna. Ef þið sjáum myndina þarna efst til vinstri með gula, rauða og gráa, þá sjáum við að hvað það er miklu þéttari byggð í kringum borgarlínuna og svo verður hún aðeins minna þétt, komið aðeins fjær og svo yst er minnstu þéttleikinn. Og þetta borgarlínan gerir þá byggingaraðalum kleift að byggja með hagkvæmara hætti á þéttingarsvæðunum. Á næstu áratugum með íbúum á höfuðborgarsvæðinu fjölga jafnaði ríflega 1,2% á ári, eða það er 3000 manns. Það kallar náttúrulega á mikla umferð. Umferðarspár hafa sýnt að þrátt fyrir mikla fjárfestingar nýjum umferðarmannvirkjum aukast umferðartækjum verulega ef ekki tekst að fjölga þeim sem nýta sér aðra ferðamáta en einkabílinn. Þess vegna er afköst af mikla almenningssamgöngum mikilvægt lífsgæðamál fyrir íbúa höfuðborgarsvæðisins. En til að ná því markmiði þá þarf að stórauka hlutfall almenningssamgangna og er mikilvægt að gera þær eftirsóknarverðari valkost heldur en þær eru í dag. Jafnframt verða almenningssamgöngunar að hafa miklu meiri flutningsgetu en við þekkjum í dag. Og göngu- og hjólaleiðir, hann er búinn að tala um það í dag, en kannski fara aðeins enn einu sinni, aldrei góð vís og kveðin, fara aðeins mjög gróft í þetta sko. Það er ekki bara almenningssamgöngur, heldur þurfa göngu- og hjólasleiðirnir líka að vera mjög góðir og þau vega einnig þungt. Og hér hefur lagt mikla áherslu á að hafa bæði góðar tengingar innan hverfisins. Það er meðfram öllum helstu götunum, Sævarhöfða, Breiðhöfða og Stórhöfða, þar erum við með hjólastíga. En svo erum við einnig með góða tengingar við núverandi stíga. Þau eru svo heppin að þetta er svo vel staðsett hverfi að það eru svo góðir stígar í framhaldinu. Það er brúin yfir Elliðaár og Ósa og svo erum við að kemur ný tenging meðfram borgarlínu, þar sem borgarlínan tengist yfir í Vogabyggðina. Þar verður göngu- og hjólastígar meðfram borgarlínunni. En svo hefur við einnig góða tengingur upp í Grafarvog og inn í Elliðaárdalinn, öll þessi fínu útivistarsvæði sem við höfum. Og svo er það líka mikilvægt að þetta er vel gert innan hverfisins af því að ferðin hefst við heimilið og því er mikilvægt að góða gönguleiðir séu hverfið. Að það séu stuttar og greiðfarar og öruggar og skjólgóðar. Það er ekki einungis markmið að koma sem fyrst á milli A og B, heldur einnig að njóta ferðarinnar með fallegu umhverfi. Þrátt fyrir verulegar breytingar í samgöngumálum með uppbyggingu borgarlínur verður einkabíllinn að öllum líkindum áfram fyrirferðarmikill í umhverfinu. En umhverfisvænn og fyrirferðarminni þegar framleiðast undir. En vonandi við gerum ráð fyrir að íbúar hverfisins séu svona fólk sem aðhyllist aðstæður sem að nýta vistvænar samgöngur. Ég vil líka bara ítreka það er ekki verið að úthýsa einkabílnum. Það er einfaldlega að vera að bæta við fleiri valkostum og styðja við vistvænar samgöngumáta. En samgöngukerfið innan svæðisins, hérna sjáum við mynd, við skiptum þessu niður í 5 flokka. Það er borgarlínan sem er Stórhöfðin. Svo erum við borgargötur 2 sem er þá Sævarhöfðin og Breiðhöfðin og svo erum við þessar húsagötur og en auk þess eru Einvísgata og gönguásinn. Ef við fyrir svona aðeins í síðan hvað er hvað, þá kannski byrja á aðeins svona hvað er borgarlínan. Bara mjög svona hlaupið hratt yfir. En borgarlínan er náttúrulega eins og komið hérna fram í dag hryggjarstykkið í hverfinu. Og borgarlínan mun aka eftir sérrými í Stórhöfða og til að greiða fyrir umferðina og lágmarka tafir, en meðfram henni verða einnig göngu- og hjólastígar. Og borgarlínan gerir það verkum að við fáum raunhæft val vistvæna ferðamáta, en hún mun hækka mikið þjónustustig almenningssamgangna með aukinni ferðatíðni, góðum ferðarhraða, með sérrýmum og aukinni flutningsgetu með stærri vögnum. Og biðstöðvarnar, það er nýlega búin að gefa út leiðbeiningar ekki leiðbeiningar, frumdrög forhönnunar fyrstu lotu borgarlínu, þakka fyrir Birgir. Og þar er gefnar svona smá leiðbeiningar hvernig biðstöða borgarlínu vera. Það er búið aðeins að fara í það hérna í dag,
En þar muni stuðla að auknu öryggi og þægindu farþega og með algilda hönnun í huga. Þegar ég tala algilda hönnun þá er ég að tala hönnun fyrir sjónskerta, þá sem eiga erfiðara með að hreyfa sig og svona, þannig að allir geta hreyft sig þarna með góðum hætti. Og verður að hugsa þarfir allra hópa. Og til að flýta fyrir innstigi eru fargjöld greidd áður en gengið inn í vagnin og brautarpallarnir í sömu hæð og gólf vagnanna. Svo labba bara beint inn eða þú ert með barnavagn eða hjólastóla, þá er aðgengi mjög auðvelt. Einnig verður góð aðstæða fyrir geymslur á hjólum og deilifartækjum og sérstaklega núna með öllu þessu nýju SIP-hjólum, eða ekki SIP-hjólum fyrir ekki, rafhjólalegum, að þá er gott að hafa svona góða geymslistæði fyrir þetta allt saman. Einnig verður skýlin mjög skjólgjóð og með rauntíma upplýsingum. En þetta var bara svona almennt borgarlínuna, en svona innan okkar hverfis, og þá er fyrsti lota borgarlínuna sem er að fara í frumhönnu núna, byrjar á Krossamýratorgi, önnur leiðin. Það eru 2 leiðir. Önnur er frá okkur, Krossamýratorgi niður í miðbæ, og hin leiðin við sjáum þarna myndirnar neðra megin til vinstri, og hin leiðin er frá Hamraborg og niður í miðbæ. En þetta er borgarlínan, en svo líka strætó. Það er stigsmunur á milli borgarlínu og strætisvagna. Og strætisvagnaleiðir, þær muni tengjast síðan inn og tengja hverfi saman, tengjast við borgarlínuna. Og þegar komið með borgarlínu og þið sjáu þarna til hægra megin, að þar eru drög af öðrum leiðum. Og síðan í seinna áföngum á borgarlínu sem það liggja frá Krossamýratorgi og áfram í sérrými alla leið upp í Mosfellsbæ. Svo þegar þetta er allt komið, allt heila klappið, þá verður þetta alveg geðveikar samgöngur. Já, það eru verið 2 biðstöðvar þarna, það eru Krossamýratorg og svo verður við neðra svo að C40 reitur, kallaði Lífandi landslag. Þar eru einni biðstöð. Og Krossamýratorg og Lífandi landslag eru dæmi hvernig æskilegast er að umhverfi séu biðstöðar. Það er mikið þéttleiki og blöndu landnotkun. Og línan mun svo tengjast Vogabyggðinni á brúmi yfir Elliðaár. Og að tengjast Vogabyggðinni þá ertu komið að mjög stutt, það er bara næsta stoppistöð eftir neðri stoppistöðina, og þá ertu komið með tengingar, það er stór tengistöð í Vogabyggðinni, þá ertu komið tengingar í austur og vestur og norður og suður, í allar áttir. Það eru stór tengistöð. En hér verður þó líka rosalega góð þjónusta því að það verða allavega 3 leiðir þarna, og eins og staðan í dag þá verða í neðri stöðinu 61 vagn á klukkustund, því að borgarlínan kemur á 7-10 mínútna fresti. Svo það ætti enginn að þurfa að bíða neitt lengi eftir strætó. Nú, borgargöturnar, þær eru lykilgötur hvers hverfis, og það eru borgargöturnar, það er það Sævarhöfði og Breiðhöfði. En helstu stofnanir og þjónustukjarnar standa við borgargöturnar, og þær ásamt borgarlínu ásnum eru mikilvægustu samgöngutengingar svæðisins fyrir alla samgönguhópa, ekki bara fyrir bílana eða borgarlínuna, heldur líka fyrir gangandi og hjólandi. Við höfum ekki gleyma því að við erum alltaf að tala alla þessa hópa þegar við tala samgöngur. Þetta er náttúrulega vistvænt hverfi og tryggja þarf að vistvæni ferðamáta sé allstaðar í fyrirrúmi, og stór liður í því er útfæra umhverfið með á sem manneskjulegasta hátt með aðlaðandi byggingum og gróðri og þannig myndast gott götulíf. Og svo eru náttúrulega aðrar götur, og það eru þá húsagöturnar, við þekkjum öll hvernig húsagöturnar eru. Þetta eru bara hefðbundir 6 metra götur með þverstæðum eða samstíða bílastæðum. Þverstæðin eru þar sem eru botnlangagötur, samstíða bílastæðir eru þar sem er keyrt í gegn. Og það er alltaf gangstutt í beggja vegna gatna og gangarnir hafa forgang, og öll hönnun skal miðast að því að draga úr umferðarhraða til að bæta umferðaröryggið. Og hámarkshraðinn verður 30 km. Svo erum við með vistgötuna, en það er svona samrými þar sem umferð gangandi og hjólandi er ekki aðgreint. Það fyrir ekki það sem umferð bíla og er ekki aðgreint frá gangandi og hjólandi. Þau eru allir saman og bílaumferðin þarf að taka mikið tillit til gangandi og hjólandi. Já, ekki mikið, bara 100%. Og svo höfum við gönguás, þannig eitt lítið gönguás á neðra svæðinu. Nú, en það er ekki nóg að bjóða bara upp á góða hjólastiga, heldur það einnig að bjóða upp á góða aðstöðu til að geyma hjólin. Og eins og Þráin kom inn á áðan, þá verður vísað boðið upp á hjólastóði í læstum rýmum, en kröfur í bíla- og hjólastaðareglur Reykjavíkur gerir ráð fyrir að 90% stæða verði í læstum rýmum við íbúðir og 20% við verslanir og skóla. Og þegar við talum læst rými, það þarf að vera í hjólabúrum eða hjólageymslum, þetta er allavega góðu skjóli.
Og einnig skal staðsetja hjólastæði markvisst upp byggðina. Flest hjólastæðin eru við torgin, og við sjáum þarna svona, það eru stærri punktar við torgin og við skóla, borgarlínustöðvar. Svo eru minni hjólastæði að staðsetja djúpgáma á verslanir og þjónustur og biðstöð. En jafnframt þarf að skapa góðar aðstæður fyrir hjólandi vegfarendum með nægum hjólastöðvum og þjónustu fyrir hjólreiða, meðal annars hjólapumpur og rafhleðslustöðvar. Svo svona stærri hjólageymslum þá verður svona betri aðstöður til viðgerð og svona, en svo geta líka verið á ýmsum stöðum svona litlir viðgerðarstöðrar. Myndir sem sjá þarna lengst til vinstri, til dæmis frá Klambratúni. Þið vita ekki að því, það getur að fara að gert við hjóleika þar. Já, og í fyrirnefndum bíla- og hjólastæðareglum það eru setta fram lágmarkskröfur bílastæði, fjölda hjólastæða. Út frá þeim áætla á svæði 1 verðum 4.600 hjólastæði en 4.200 á svæði 2. Nú en næstu stæði eru bílastæðin. Og í dag það þannig að flestu stöðum í höfuðborginni er bílastæðakostnaður hefur verið falinn inn í kaupverðinu. Og hafa því þeir sem vilja ekki eiga bíl ekki haft val annað en að borga fyrir bílastæði. Hér verður þessu öðruvísi háttað en ekki verður í boði stæði fyrir hverja íbúð við húsin. Og þeir sem vilja bílastæði þau þurfa að greiða fyrir þau beint. Í aðalatriðum gert ráð fyrir bílastæðum í göturýmum, bílakjöllurum á fjölbýlishúsalóðum og stærri bílakjöllurum fyrir almenn bílastæði. Við sjáum þarna myndina, rauðu káin, að það eru bílastæði sem eru í sérrými, sem sagt í kjallurum íbúðarhúsa. Grænu káin, það eru bílakjallara líka en þeir verða opnir fyrir alla, en þetta alltaf gjaldskylt. En það geta allir nýtt sér þessi stæði og það ekki í boði að sérmerkjarnin stæði. Reyndar í hvoruðu típun af bílakjallurum. En flest húsin eru með bílastæði í séregn, en það er samt ekki í öllum húsunum, sérstaklega á neðra svæðinu nálægt borgarlínu, þar sem vart með öll þessi græni í kring, að það eru nokkur hús sem er ekki með bílakjallara, en hins vegar geta þeir sem hafa áhuga á að vera með bílastæði geta borga fyrir það í bílakjallarunum, grænu bílakjallarunum. Svo þetta mjög stutta vegalengdur, þetta er ekkert langt að fara. En þetta byggja ekki bílakjallara í öllum húsum er náttúrulega gríðarlega sparnað með sér í byggingu húsina. Já, svo er gert ráð fyrir á þessu gjaldskyldu bílakjallurum í 6 lóðum. Og þessi bílastæðahús þjóna stórum hluta bílastæðaþarfa deiliskipulagssvæðisins. En vegna þeirra er ekki gert ráð fyrir bílastæðum innan skilgreinda lóða sem eru í nágrenni við ofangreind bílastæðahús. Eitthvað að fýbast innan. En já, það þarf fleira að koma til þess að styðja við val á vistvænu samgöngumáta. Blöndu landnotkun skiptir miklu máli, en stærsti ábótinn við þetta fyrirkomulag er samnýting stæða. Verslun og skrifstofur geta því nýtt þau stæði sem íbúar nota á næturnar. Deilibílar einnig að ryðja sér til rúms hér, en þeir henta mjög vel þeim sem velja sér bíllausan lífstíl. Mikilvægt er að bjóða upp á deilibíla í hæfilegri göngufjarlægð og því æskilegast að þeir verði staðsettir í opnum bílakjöllurum. Fyrirtæki geta þó einnig nýtt sér deilibílana og boðið upp þá þau verið starfsmenn að nota á vinnutíma. Þáttaka fyrirtækja á svæðinu er einnig mikilvæg og þurfa þau því að mynda sér samgöngustefnu. Hún getur til dæmis falist í að bjóða upp á öruggar og læstar hjólageymslur, sturt- og búningsaðstöðu, samgöngustyrki, sveigjanlega vinnutíma eða aðstoða starfsmenn við að skipuleggja samflot og verður þá kannski með eitthvað hvata á móti, til dæmis í formi gjaldfrjálsra bílastæði fyrir þá sem að koma 2 eða fleiri saman í bíl og þau bílastæði séu staðsett á góðum stöðum, svo nálægt inngöngum eða slíkt. Og í bíla- og hjólastæðareglugerðinni verður ekki gefur upp krafi lágmarksfjölda bílastæða, en það getur það oft skapað offramboð á bílastæðum. Þar er sett fram grunnviðmið bílastæðafjölda og svo hámörk. Og út frá grunnviðmiðunum fæst á svæði 1 verða í boði 1870 bílastæði og 1500 á svæði 2. Í þessum útreikningum hefur verið tekið tillit til nálægðar við góðar almenningssamgöngur en ekki verið að teknu tilliti til samnýtinga bílastæða og deilibíla og samgöngustefnu og fleiri atriði má fækka bílastæðunum, en það verður einhverju leyti sett í hendurnar á uppbyggingaraðlögum. Þetta er bara viðmiðin. Það má fara aðeins hærra, en það eru góði möguleikar til að fara lægra. Til þess ef uppbyggingaraðilar hafa áhuga á því að fækka bílastæðum, þá
þá þurfum við bara að taka þessi skref sem við vorum að ræða hérna áður til þess að rökstyðja það. En sömulegist það líka rökstyðja ætla að fara upp fyrir viðmið. Það er líka rökstyðja okkur ætla að fara upp fyrir viðmið. Við erum ekki að ætla að stela sér bara fjölga bílastæðum á þess að koma einhver góð rök fyrir því. Nú, en að umferðaröryggi, og það er mikilvægt atriði að skapa aðlaðandi umhverfi fyrir vistvæna ferðamáta og umferðaröryggi skilast það stórt inn. Umferðarhraðinn verður lágur, hann verður 30 km í Húsagötunum og 40 km á klukkstund á Borgarlínuásnum og Sævarhöfða og Breiðhöfða. Og útfærsla gatnamót og þverana er þarna lykilatriði. Þveran yfir götu verða uppbakkaðar og sérstaklega við borgarlínustöðvar. Sjáið þarna myndina lengst til vinstri, þetta er að vera sína borgarlínustöð. Þarna sjáið þverarnar beggja vegna við stöðvana. Þarna er þetta að fara að þvera bæði götu einkabíl og borgarlínuásinn. Og þegar uppbakka gönguþverinu bæði lækka umferðarhraðan en einnig veldur því að það er auðveldar aðgengi því að þú labbar bara beint í staðinn fyrir að fara upp og niður. Gatnamót á ljósastýringa verða einnig uppbakkuð sambarlegt að sjá hérna á ljósmyndinu fyrir ofan. Sérst að sjá það eins og ég nefndi á þér, þarna er labba og gengi bara beint yfir, þú ert ekki að fara upp og niður. Þetta er mjög gott í ljósi aðgengi fyrir alla, en auðvitað lækkar þetta umferðarhraðan. Og við gatnamóti líka mikilvægt að þveranir séu skýrar og við stærri gatnamóti eins og gatnamót Breiðhöfða og Stórhöfða, þá er að verða þá miðir aðskildi verndarsvæði fyrir gangandi og hjólandi og svona ýmislegt bara. Umferðaröryggi er gríðarlega mikilvægt því að ef þú ætlar að fara gangandi þá viltu vera öruggur. Einnig verður undirgöng þar sem tímur er komið við, eins og til dæmis undir Stórhöfða á móts við skólann. Nú, þá er það skemmtilega, það er umferðin og því fleiri sem nota virka ferðamáta því minna verður umferðin, en það er samt ljóst að uppbygging af þessari stærðargráðu mun alltaf auka umferð. Markmið hlutdeild ferðamáta er í samræmi við markmið sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu breytta ferðavenjur. Þú sjáu töfluna þarna og það er markmið að ná hlutdeild einkabílsins í ferðum úr 75% í 58% og hlutdeild almenningssamgangna fari upp úr 4% upp í 12% og gangandi og hjólandi úr 21% og í 30%. Háleit markmið, en við erum að gera okkar besta í öllu skipulagi hverfisins við að ná þessu. Til að greiða fyrir umferð borgarlínu, þannig að hún komist nú hratt og vel í gegn, þannig að komið sem fyrst í vinnuna, úr vinnunni, þá verður umferðarstýringar á ljósastýru gatnamótum þannig háttað og hún gefur almenningssamgöngum og gangandi og hjólandi forgang. Einnig verða vinstribegi bannaðir yfir borgarlínuásinn, þess að götundan sem að koma þvert á borgarlínuásinn, þú getur ekki tekið vinstribeygir hvorki inn á borgarlínuásinn í afanum. Þetta er líka umferðaröryggi að gera því að þú ert að fara að þvera svo margar akreinar, þú ert að þvera bílakreinar og þú ert að þvera borgarlínuakreinar og það þarf þá að, ef við ætlum að leyfa vinstribeygir þá þarf að stýða þeim með umferðarljósum og við viljum ekki vera að fylla þessar götur alveg umferðarljósum, þannig að vinstribeygir eru bannaðar. Þetta er líka til að hagræða fyrir gangandi og hjólandi að það sé að þvera að fara í strauma. En mikið álag verður náttúrulega samt á gatnakerfið og háannatíma árdegis og síðdegis. Þessar myndir sem eru hérna hægra megin, það er nú ekki mjög skýrar. Þetta er úr umferðarhermunarforriti og ætlaði að reyna að sýna ykkur mun og umferð árdegis og síðdegis. En ef glöggt skoða þá sjáum við að rauðu línurnar eru þykkari í áttina að Ártúnsbrekkunni árdegis og áttina frá Ártúnsbrekkunni síðdegis. En þarna sést allavega hvar helsta umferðarálagi verður og það verður náttúrulega á Höfðabakka, en svo verður einnig á efri hluta Breiðhöfða og á Sævarhöfða. Umferðin, við munum setja inn nokkra nýja tengingar. Það er verið að leggja til, ég bara minna á að þessar tengingsvegir sína hér eru utan skipulagssvæðisins og þetta eru bara hugmyndir ennþá. Þetta er ekki fest í stein. Og þarna svo alveg fór að róla í gagnrýninni. Borgarlínan, hún mun fara yfir Geirsnefið og yfir í Vogabyggðina, en það verður bara borgarlínan og gönguhjólaleiðir. Almenn umferð fær ekki að fylgja þarna með. Hún verður bara að beygja inn á Sævarhöfðan. Svo er það tenging Sævarhöfða við Gullinbrú. Hér mun þá Sævarhöfði fara undir Gullinbrúna og tengjast þá umferðarljósum inn á Gullinbrúna og núna
Í dag kemst það einungis úr norðri og á Gullubrúnni og inn á Sævarhöfðan. Það er eina leiðin, eina tengingi við Sævarhöfðan. En núna kemst í allar áttir. Og ef að Sundabrautinni verður, þá verður þessi tenging ennþá mikilvægari heldur hún var hugsuð þarna í upphafi. Því að þarna verður þá miklu greiðari leið út úr hverfinu, miklu greiðari tenging milli hverfisins og Sundabrautar. Og það mun þá létta líka álag á Höfðabakka og fleiri gatnamót, eða fleiri götur. Nú en það verður talsvert mikil umferð á Bíldsuða, því að umferðin náttúrulega að komast inn út úr Vesturlandsveginn á einhvern hátt. Svo að við leggjum til að Bíldsuða verði tvöfaldaður á smá kafla og sett inn tvöfald hringtorg með tengingum við Vesturlandsveginn. En einnig munu mikið af umferðinni leita í slaufuna sem liggur þannig Rafstöðavegum heiti. Og auðvitað mun eitthvað umferð leita áfram eins og gera í dag þarna hjá N1. Já, en umferðin mun einnig hafa áhrif á hljóðvistina og eru margar íbúðanir sem snúa götu með hljóðstigi yfir viðmiðunargildum. En það sem hefur mest áhrif á hljóðvist er umferðarhraði og í þessum útreikningum var gert ráð fyrir 50 km hraða en hins vegar verður mest ekki á 40 km. Þannig að það mun bæta þetta eitthvað. Og svo sjálfsög hjálpa allar aðgerðir sem dragur umferðarþunga, sambærilegt það sem hafa verið nefndar hérna í dag, hjálpa til við að draga úr umferðarhávaðanum. Og vistvænir borgarlínuvagnar skapa líka minni hávaða en þessi hefðbundnu dísilvagnar sem við þekkjum. Og svo er það sjálfsög hefðbundnar aðgerðir eins og hljóðin einhverja vel þar íbúðir sem snúa götum. En já, þá bara þakka ég kærlega fyrir mig. Þakka þér kærlega fyrir þetta, Anna, mjög fín og ítarlega yfirferð. Það eru nokkrar spurningar hérna sem að kvikna. Það verður oft svona spurningin ég ætla kannski að byrja á en ég spyr þessu. Ég kannski ávarpa það fyrst aðeins að við erum aðeins komin yfir tímann og en við ætlum að, þetta er líka stórt og flókið svæði og ætlum aðeins að reyna að klára, taka nokkra spurningar svo við sinnum þeim hluta kynningarna líka. Þannig að ég vona bara að séu allir jafn spenntir áfram og í byrjun og við höldum bara ótrauð áfram. En þá ætlum ég að beina einu eða tveimur spurningum til þín. Það er bílastæðin. Það er svona spurning sem kemur oft. Hvað með hversu verður þetta rafbílavænt hverfi og hvað með bílastæðin almennt? Verða þau gjaldskyld eða? Það verða öll bílastæði gjaldskyld. Já. Og það verður líka vel hugað af rafbílavæðingu. Það verða hleðslustöðvar inn í öllum bílakjallurum einni og einhverju bílastæðum á yfirborði. Það er ekki búið að fastsetja svona í deiliskipulaginu. En það verða leiðbeiningar að það verði hugað að þessu. En að fastsetja nákvæmlega hvar og hversu mörg stæði, það verður gert á síðari stigum. En allir innviði hverfisins, rafmagnstengingar og svona gera ráð fyrir því að það sé hægt að tengja öll stæði. En þá kannski langar mig líka að spyrja með stórhæðan. Það er talað að stórhæðan verði bíllausa hluta. Getur þú aðeins útskýrt það fyrir okkur? Já, það verður bíllaus á hlutanum við Krossamýratorg. Þetta var bara sérstaklega hugsað til þess að bæta gæði biðstöðana við Krossamýratorg. Því að leiðum við losnum við alla þessa umferð þarna í gegn, að þá eru göngulegar svo margfalt öruggari. Og líka þarna verður þetta stór skiptistöð, það verður að koma frá öðrum, það verður strætónum stoppa í hlíðagötunum, svo fólk er að koma úr öllum áttum. Þannig að það er rosa mikilvægt að fólki líði vel og upplifi sig örugga. Og það að losna við þessa umferð frá svæðinu. Einnig getur skapa náttúrulega betra torg og meira pláss fyrir annað eins og setusvæði og gróður og svoleiðis. Þá held ég að þá þökkum við bara fyrir þessa yfirferð. Takk fyrir. Já, við erum aðeins að fara yfir þær spurningar sem að komu. Það er spurning smá kannski byrjum að ég kannski kalli á hann Þráin inn og spyrji hann einni spurningu. Blessaður Þráin.
velkomin aftur hérna. Hvað, að því þú talaðir Geirsnefið áðan og að tengja grænusvæðin svona meira niður á ánum og það er líka náttúrulega einhverja landfyllingar fyrirhugaðar þarna. Hvað með Elliðaárnar sjálfar? Geturðu útskýrt hvernig gætum við þess að við pössum upp á Elliðaárnar og þau gæði sem eru í þeim og þú veist fiskgengni og slíkt? Sko ég held að það myndi ekki borga sig að hrófla við bökkum þessara framlengdu Elliðaáa sem eru í raun og veru í gegnum landfyllingar núna. Ósinn var náttúrulega miklu nær Miklubrautinni eins og það sem hún er en laxinn hefur allavega aðlagast þessum aðstæðum sem eru orðnar þarna núna, þannig að hugmyndina sem ég viðraði náðan með að kannski móta bakka Geirsnefsins er snúa að voginum vestan Geirsnefsins. Þar er miklu meiri möguleikar að vinna landið niður og gera þetta, fá betra samband við vatnsflötin þar heldur en sjálfri aðal á Elliðaánna sem eru 2 álar. Ok, þakka þér fyrir þetta. Ég ætla að kalla hann Palla inn hérna. Pál Gunnlaugsson. Sæll aftur. Blessaður, Palli, vertu velkomin aftur. Það er oft spurning vinda. Þetta er vindaspurningin sem ég ætla að koma með hérna. Af því að þú ert nú með kannski það svæði sem er þéttast og svona rísa eins upp byggðin á köflum. Hvernig mætu þeim áskorunum sem að svona herri hús kalla fram? Já, það fylgir vindur háum húsum, við vitum það. Það sem við höfum gert að við erum með hæstu húsin eru við Stórhöfðann og þar gerum við ráð fyrir því að þau hús verði byggð upp þannig að þau séu svona brotin í útliti þannig að þau brjóti vindinn sem kemur niður. Við erum með til dæmis íbúðir á efri hæðum þannig að við fáum svalir sem að brjóta vind og við erum síðan eins og sást á myndu frá mér þar sem við erum að leggja áherslu á augnhæðina, þar að leggja áherslu á fyrstu hæðirnar og reyna svo kannski að draga húsin, gera kröfu að hús verði dregin inn og til þess að reyna koma í veg fyrir svifstuvindi ef maður getur sagt sem svo. En háum húsum fylgir óneitanlega vindur. Stuttasvarið. Þakka þér fyrir. Það er að koma inn nokkra spurningar. Við erum aðeins svona að vinna okkur í gegnum þetta og flokka það sem kemur inn. Það er spurning hvort að við fáum Björn Axelsson skipulagsfulltrúa til þess að aðeins að stökkva inn sem við setjum hérna á hliðarlínunni hingað til. Blessaður Björn. Sæll blessaður. Lengstund. Ég vildi spyrja þig tímarammann. Hvað getur þú sagt okkur tímarammann svona varðandi uppbyggingu og áfangaskiptingu á næstu deiliskipulagsáföngum og svona? Já, það er þetta að svara því. Það er ekki hverjum degi sem við erum að skipuleggja 20.000 manna byggð. Þetta er ný borgarhluti, nýtt Breiðholt og það byggðist upp á áratugum sko. En við erum með 2 áfanga núna og í góðu samstarfi við lóðarháasvæðinu og þeir eru fullir af hug það að byrja bara og mér skilst á þeim að Klassi sé á efra svæðinu ætla að hefja framkvæmdir á svæðinu bara á næsta ári. Og ég veit að borgin er að gera samninga við alla lóðarhafa aðra svo sem Malbyggunastöðin og Þrótt og fleiri svona iðnaðarfyrirtæki á svæðinu og það fer svona bara að líða því að við getum sett niður svona ákveðna tímalínu hvað þetta varðar en allavega þetta er næra með grunnar. Ok, takk fyrir þetta. Það er kannski að því að við vorum aðeins að ræða íþróttamálin áðan.
Hvort þú getur aðeins útskýrt það Já, kannski akkurat, aðeins sko, betur? það er, við erum í ágætis samstarfi í Íþrótta- og tómstundaráð að svona tilenga þessum borgarhluta eitthvað ákveðið íþróttafélag. Það er ekki komið niðurstaða í það mál. Ég veit að það er eftirsóknarvert. Það er mörg íþróttafélag sem vilja eiga hluti í þessu stóra hverfi, en það er mikið bakland fyrir hvaða íþróttafélag sem er og spennandi fyrir þau að koma inn á svæðið. Og kannski verða það bara nokkur, ég veit það ekki. Þetta eru svona mismunandi áherslu hjá mismunandi félögum og ég held að það sé mikilvægt að sinna þessum hluta og ekki síst vegna þess að við fengi bara mjög ákveðnar ábendingar frá íbúum í svona gegnum rýnihóp og annað að styrkja þannig þátt að þetta sé mikið þáttu fyrir fjölskyldufólk og fleira að koma hérna inn og eiga kannski greiðan afganga góðri þjónustu og sérstaklega íþróttum og til dæmis í SAP-skólanum sem í miðjukverfinu, það er gert ráð fyrir sko stóru húsi sem getur tekið körfubolta, handbolta og með áhorfendur og fleira sem svona þjónustar þessum hluta einhver leiti. En svo eins og Þráin kom inn á þá eru knattspyrnuvellir og svona meira opin svæði inn á Gestnefi. Herri, þakka kærlega fyrir þetta. Ég ætla að fá Pavel þá hérna til þess að taka eina hápólitíska spurningu hérna í lokin. Það er hérna Sæll Pavel, velkomin. Herri, það er spurningin póstnúmerið 110, verður þetta áfram póstnúmer 110? Nú kem ég aðeins að fjöllum. Já, það hefur náttúrulega verið smá umræðum póstnúmer hann í hverfinu en ég bara það er nú engin áform að breyta því sem stendur. En ég mér kannski aðeins að koma inn í það sem Björn talaði um áðan var íþróttafélag vegna þess að ég veit þetta er eitthvað sem brennur á mörgum og þá langar mig að segja að sko við erum mjög meðvituð um þetta og þetta er einn af áherslupunktum í nýju íþróttastefnunni sem kom út fyrir það bil ári síðan að finna eitthvað félag sem myndi þjónusta þetta svæði. Við höfum svolítið verið að sko líta til þess í gegnum íþróttastefnu borgarinnar að styrkja þau félög sem fyrir eru vegna þess að reynsla okkar hefur sýnt það að notkunin á frístundakortinu og þáttaka barna í íþróttum er mest þar sem íþróttafélögin eru öflugust, geta boðið upp á fjölbreytt starf. Þannig að því leyti er svo hugmyndum að rauninni gangandi samstarfi starfandi íþróttafélag meira heillandi heldur en að búa til nýtt íþróttafélag á svæðinu sem myndi taka sér tíma að byggja sig upp. Þannig að það er það sem við myndum líta til. Við höfum smá reynslu af þessu núna því að Safamýrin er nýtt hverfi sem var þjónað fram en fram er nú flutt upp í Úlfarsárdal og þá fórum við í samtal við félögin kring til að finna það félag sem myndi þjóna því svæðið og Víkingur var fyrir valinu. Þannig að ég sé fram á eitthvað svipa samtali í þessi stað. Félögin sem hérna í kring eru náttúrulega annars vegar Þróttur Ármanns og Víkingur og svo Fylkir og svo Fjölnir. Þannig að það liggur beinast við að þetta sé þá félögin sem myndi koma til greina til að geta þjónað þessu svæði með einhverjum hætti og það má þetta nefna það til dæmis að þó að Laugardalurinn sé svolítið einhvers smá fjarlægð þá er hann samt ekki langt frá ef lítil til þessara góðu tenginga sem við höfum búið til með borgarlínunum. Þannig að þetta eru svona möguleikni sem eru fyrir hendi. En spurningum með póstnúmer ætla ég að láta ósvara sem stendur en maður ímyndar sem bara gamla póstnúmer haldi sér á meðan áður en annað kemur í ljós. Hérna frábært, þetta er mjög gott svar hérna einmitt með íþróttamálina því að þetta maður hefur heyrt það í rýnihópunum að þetta hérna brennur dálítið fólki. Ég ætlaði kannski bara að gefa þér kannski möguleika á því kannski hérna í lokin hvort þú vildir bæta einhverju við svona út frá þessum kynningu sem hafa verið, annars ætlaði einum bara svona, held ég að við séum bara búin að tæma dagskrána sko. Já, algjörlega, mér langar alltaf bara að þakka öllum sem fluttu þessar glæsilegu kynningar í dag og vonandi hafa eitthvað hjálpað til við það að gera fólki kleift að ímynda sér hvernig hverfið þetta er sem við erum að fara að byggja upp á næsta árum og síðan kynna sér vefin og vera síðan líka virk í samtali við okkur. Það er náttúrulega svolítið þannig að maður ímynda sér kannski að fólk sitja hérna úti og haldi að við viljum bara ekki fá neina einustu athugasemd heldur geta stimpla þetta sem klapp og klart sem er en svo er alls ekki. Við gleðumst auðvitað yfir því að fá mikið athugasemd því þannig búum við til hverfi sem svarar eftirspurningu þess sem fólk vill búa í. Þannig ég vil bara hvetja fólk enn og aftur til að fara á vefinn og kynna sér tilhugna sem liggja fyrir og gera svo athugasemdir og koma með sína drauma inn í sem við getum þannig að taka til. Takk fyrir þetta. Ég held að þetta séu einmitt bara stór fín lokaorð. Við viljum einmitt leggja mikla áherslu á það að fá sem flestir farin á vefinn skipulag.reykjavik.is, kynni sér þær tillögur sem þar liggja fyrir. Streymið af þessum hérna fundi verður aðgengilegt á vefsíðunni. Kynningarna sem hafa voru kynntar munu vera aðgengilegar líka þar sem PDF.
Það er hægt að senda inn athugasemdir í gegnum vefinn, það er hægt að senda inn athugasemdir í gegnum tölvupóstinn höfðin@reykjavik.is og svo viljum við sérstaklega minna á kortakönnunina í gegnum Maptioneer sem er aðgengileg á vefnum. Því að við höldum að það sé mjög spennandi tæki sem við hlökkum til að pröfa okkur áfram með. Að þessu sögðu ætla ég nú bara að þakka kærlega fyrir áhorfið og bara vonandi sjáum við nýtt borgarhverfi rísa á næstu misserum. Takk fyrir.